Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá eru synir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir koma til okkar tveir reyndir stjórnmálamenn, Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson. En núna á vettvangi dagsins Heimir Már Pétursson, Halla Gunnarsdóttir og Ólína hér úr Torfardóttir. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Sko, byrjum á þessu með tollana sem að Evrópusambandið gaf okkur ekki undanþágu fyrir. Þetta stjórnarandstaðan sem hverjir rukku upp til hand og fóta og voru með miklar yfirlýsingar og Heimir, rættið þið ekki mikið? Jú, sko þetta ekki alveg rétt að þeir hafa ekki gefið okkur undanþágu fyrir beint vegna þess að þeir setja kvóta á innflutning frá Íslandi, frá Elkem aðalega þá, sem er 14.000 tonn að mig minnir á mánuði. Ég veit ekki hver framleiðslan í Elkem, en þetta er kvótasetning á 75% framleiðslunar og restin má ekki vera á lægra verði heldur en lágmarksmarkaðsverð inn í Evrópusambandinu. Viðskipta hlutabréf í Elkem og fleiri slíkum fyrirtækjum hafi hækkað við þessa ákvörðun, sem bendir til þess að íslensku útflytjendurnir gætu jafnvel farið í gólfið, þannig að þetta mun ekki hafa mikil áhrif eða nokkur á Elkem. Þetta mun á endanum bara hækka verðið til Elkem. Þannig að sko, við höfum gleymt í margir og mörg að við erum ekki í tollabandalagi við Evrópusambandið. Þess vegna semjum við sjálfum tolla, bæði sem EFTA-ríki og sem sjálfstætt ríki við ýmsa aðila. Við vildum ekki vera í tollabandalagi með þeim og það voru Íslendingar sem þrýstu mest á það að þetta úrræði sem Evrópusambandið beiti núna var sett inn vegna þess að við vildum geta lagt tolla á Evrópusambandið ef það hentaði okkur. Það vilja Framsóknarmenn gera núna. Já, og það bendir náttúrulega til þess anda sem var þegar við vildum hafa þetta svokallaða neyðarákvæði, sem Íslendingar kölluðu það þá, inni í EES-samningnum. EES-samningurinn sjálfur stendur auðvitað óhaggaður og er okkar besti viðskipta- og menningarsamningur sem við höfum nokkuð tíma gert. Við erum hér með frjálsa för fólks og fjármagnsinn á 450-500 milljónum manna markað. Við tökum sem dæmi uppgangin sem hefur verið í íslenski ferðaþjónustu, uppgangin sem hefur verið í byggingariðnaðinum og hagvöxtin sem hefur verið allt upp í 8-10% hér sem árum undanfarið. Hann hefði aldrei orðið þessi ef við ekki geta fengið hér frjálsa för verkafólks frá Pólandi aðalega og Rúmeníu, þar að segja innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þá værum við ekki efnahagslega vel stödd. Þannig að ég held að þetta hafi verið dálítill svona vegna bara miskynningar á þessu. Hafi orðið hér dálítill stormur í kaffibolla vegna þess að málið er alls ekki eins og þetta var málað upp í fyrstu. Ýkt viðbrögð. Mjög ýkt viðbrögð og óheppilega mörgu leyti vegna þess að svo stóðust ekki fullyrðingar og það er svona eftir því sem hefur verið undið ofan af umræðinu, þá er þetta orðið eiginlega svolítið kjánalegt En auðvitað við erum auðvitað inn á Evrópska efnahagssvæðinu og auðvitað spyr maður sig hvers vegna Evrópusambandið miðaði ekki við Evrópska efnahagssvæðið, hvers vegna þetta var svona einskorðað við SPIA-aðildina. Við getum spurt okkur af því og fundist það óheppilegt, en allar yfirlýsingar sem hafa komið fram afleiðingarnar af þessu og áhrifin inn í íslenskt efnahagslíf og annað, það voru yfirskot. Og það er svolítið áhyggjuefni hvernig umræðan stundum hleypur yfir í þessar svona ofsafengnu yfirlýsingar að eins og menn séu bara í samkeppni að yfirtrompa næsta mann í yfirlýsingum og þetta hefur ekki góð áhrif á stjórnmálin, finnst mér. En er það kannski vegna þess að sumir stjórnmálaflokkar standa bara illa og þau þurfa að láta í sér heyra og skapa sér einhverja stöðu sem þeir hafa ekki? Halla, aldrei ekki verið það? Ég held að þetta sé svolítið pólitík tímans í dag, hún er mjög yfirlýsingaglöð og fyrirsagnaglöð og og það er náttúrulega líka mikil þörf fyrir svona polariseringu og fyrir að segja eitthvað allt annað en hinnir
í helst öllum málum og ég held að það bara birtist í þessu máli eins og mjög mörgum öðrum málum og í málum þar sem er í raun og veru miklu alvarlegri fyrir fyrir svona pólitísku umræðu og bara líf fólks sko. Og svo náttúrulega samkeppni á milli Sjálfstæðisflokksins annars vegar og Miðflokksins hins vegar hvað þeir geta farið í hátt stig lýsingarorða í fjandskap við Evrópusambandið og það er svona reynt að miða alla umræðu inn á fjandskapin við Evrópusambandi vegna þess að það er álitið vera af mörgum innan þessara flokka vera helsta svipan sem hún getur beitt á núverandi ríkisstjórn sem að með öllum fundum sem fulltrúar hennar eiga með evrópskum aðilum sama hverju þeir eru eða hvaða aðgerðir sem íslensk stjórnvöld grípa til allar þær aðgerðir miða því að lauma Íslandi bakteríamegin í Evrópusambandi. Það er svona umræðan sem við erum að reyna að skapa sem er náttúrulega bara svona pólitískur skollaleikur. Og svo er líka einhver spenna og samkeppni innan Sjálfstæðisflokksins. Það er greinilegt á milli Guðrúnar Hafsteinsdóttur og Guðlaugs til dæmis og þau eru svolítið líka að reyna að yfirtrompa hvert annað með yfirlýsingum oft. Þetta er ekki heppilegt sko. Vegna þess að upplýsingaóreiða er bara orðin ein alvarlegasta ógnun við lýðræði í heiminum í dag. Meðferð upplýsinga og það hvernig mál eru sett fram. Það bara auðvitað hjálpast allt að samfélagsmiðlar og fjölmiðlunin og gervigreindin og allt þetta við að flækja málin en þessi samkeppni hafa tilfinningalega áhrif í umræðinu frekar heldur en að koma upplýsingum á framfæri þetta er verulegt áhyggjuefni. En sko utanríkisráðherrann okkar, hún neitaði að skrifa undir einhverja pappíra og hún var mjög reið og flög bytt út og Já, hún situr náttúrulega líka undir þessum þrýstingi sko að standa sig í hagsmunagæslunni og þau þrástuguðust á því náttúrulega talsmenn stjórnvalda og þar með utanríkisráðherra að það væri hörð hagsmunagæsla í gangi og það, þú veist, þar er bara pólitíkin líka komin inn í þetta. Það er líka kannski svolítið orðfæri til heimabrúks á heimamarkaði. Já, en það er líka sko alveg rétt sem að margir hafa sagt hvort sem þeir eru í pólitík að þetta er kannski ekki eins og þú varst kannski að koma inn á áðan að þetta er kannski ekki í anda Evrópusamstarfsins sem fer fram á vettvangi Evrópska efnahagssvæðisins og Ísland verður nú gjarnan að mála sig þegar það hendar okkur og þá erum við þessi litli bróðir eða systir í öllu alþjóðlegu samstarfi sem á að njóta endalausra undanþágna af öllum sköpuðum hlutum en það er samt það er kannski ekki í anda þessa samstarfs að gera þetta með Ísland þarna en svo er náttúrulega kannski óöflegt að þetta fyrirtæki er stóru hluti eigu Kínverja sem að er í megin dráttum verið að beina aðgerðunum gegn. Já, gegn Kína sko og þess vegna er þessi staða náttúrulega hér. Eftir að PCC lagði upp laupana þá er þetta eini kísilmannframleiðandinn á Íslandi. Þetta er náttúrulega bæði Ísland og Noregur er náttúrulega miklu stærri aðili. Ég held að 44% af því sem er flutt inn af járnblendi til Evrópusambandsins komið frá Noregi. Bætum Íslandi við þá fer það upp í tæplega 47%. Þannig að við skiptum sáralitlu máli í þessu. Ég sá í Noregi að menn tóku þetta mjög alvarlega. Störi var strax byrjað að tala að við verðum bara að skoða framlag okkar til EES-samningsins. Við erum að borga ég held að sé 270 milljarðar á ári. Við borgum náttúrulega hvað sáralítið í samanburði. En þau tóku mjög alvarlega í þessu. Töldu þetta yrði að sýna Evrópusambandinu að þetta geti ekki verið fordæmisgefandi að næst kemur bara eitthvað annað þeir eru að verja járnblendi framleiðslu í Póllandi, Slóvakíu, Spáni og Frakklandi held ég en samningunum eins og kom fram hér er stilt upp þannig að Ísland og Noregur kemur eiginlega skaðlaust út úr þessu jafnvel betra ef að takmarkanir á innflutningin í Evrópusambandinu ýtir undir verðið að þá getur verið að innflutningur héðan og frá Noregi verði verðmætar á eftir en ég sá ekki betur en að Norðmennirnir tækju þetta svona fullalvarlega og þeir töluðu að velta fyrir sér hvort að þeir hefðu staðið sér nógu vel í hagsmunabaráttunni og einhver sagði sem svo að við gerðum allt að við töflum bara þessu leik
og ég held að Íslendingarnir hafi nú skottað svolítið með. Ég held að sé ekki rétt að stilla þessum að Íslendingarnir hafi einhvern veginn klúðrað málum. Það verður Evrópusambandið fyrst og fremst að semja við Noreg. Viðbrögðin voru enga síður Gunnar Smári mun ekki eins vanstilt og hér. Alls ekki. Þau voru málefnalegri. Það var þegar komið inn í ákvörðu það og norsk stjórnvöld heldur gagnrýnt fyrir það einmitt að vera ekki nógu hörð. Já, en þá kemur ákvörðu þetta tilfinningaríkara hér. Það í stjórnarsáttmálunum þá að vera atkvæðagreiðsla inngöngu í Evrópusambandið og auðvitað nota Evrópa andstæðingar. Taka viðræðurnar og þá auðvitað andstæðingar Evrópu stökkva á þetta mál til þess að reyna að benda á að þarna sé dæmi að þetta sé nú ekki góður vinur sem við eigum. En á sama tíma segir Guðrún glæpamenn sýndu klærnar. Nei, sýndu klærnar og væru glæpamenn, sagði hún í viðtali við sig. En á sama tíma segir hún, berum orðum að íslenskt atvinnu- og viðskiptalífi eigi allt sitt undir EES-samningnum. Þannig að þetta var orðið svolítið mótsagnakenndur málflutningur, satt að segja, Það kannski var hræðsla líka svo að það nátt bílunin í Norðuráli, hvort það komi uppsagni þar, hvað afrita myndi hafa á Elkem. Það eru fullt af fólki. Það hafði reynda komið frá tilkynninga þeir ætluðu að draga úr framleiðslu í járnblendið. Það hafði komið fram einhvern tímann í lok ágúst, held ég. Þannig að það hafði komið fram að það verði minni framleiðsla á næstunni. Þannig að það horfir ekkert sérlega vel þar í sjálfum sér. En auðvitað eru náttúrulega miklir hagsmunir undir, það eru gríðarlegar tekjur af kísilmannframleiðslunni hérna á Íslandi. Þetta eru 10 milljarða sem að máli snýst þannig að maður skilur það auðvitað líka fólk sem svolítið hugsi yfir því en ég tek undir það með Heimi og Höllu, þetta er þessar yfirlýsingur og umræðan var ekki upplýsandi. Þetta er bara upphitun á því hvernig það verður og svona verður þetta ábyggin út af ESB-umræðinni. Umræðan verður svona í heilt ár og hún verður ekki, það verður ekki menn bara sýnandi Excel-skjöl, menn verður að tala um að þeir sem að vilja við göngum í Evrópusambandið séu handbendi erlendra ríkja sem eru með hálfgerð landráð hér, þannig er umræðan oft verið, þannig var umræðan í tengslu við alla umræðu í sambandi við slita stjórnir bankana, muni getið því þannig var nú bara umræðan EES-samningin Já, líka það var nú bara þannig við erum eftir að hlusta á landráða umræðu ansi heita í heilt ár Ég var þingfréttamaður við samningin ekki, mann ég nú, annað bara Framsóknarflokkur klofnaði, já og kvennalisti. Nei, þetta náttúrulega var eins neyðalegt og það gat verið að Jón Baldvin eins og við vitum var utanríkisráðherra þá og hafði unnið að því sleitulaust í 3-4 ár og allt tímabil stjórnar Steingríms Ermarssonar með Framsóknarflokki, Alþýðubandalagi og Alþýðuflokki að gera þennan samning. Og það var nánast ekkert annað eftir en að fíni sér að hann og skrifa undir hann þegar kemur á kosningum 1991 og þá taka Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkurinn þá óheilla stefnu að leggjast gegn samningnum sem var síðan til þess að Jón Baldvin samdi bara nánast fyrir kosningar á baku tjöldin við Davíð Oddsson, þá nýjan formann Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn hafði verið á móti þessum samningi á meðan hann var í vinslu hjá þáverandi ríkisstjórn hafði verið á móti samningnum að hann semur á baku tjöldin við Davíð það að Sjálfstæðisflokkurinn taki 180 gráðu beygju og samþykki samningin farið þau ríkisstjórn og Bjarni Benson og Jón Baldvin lofaði Davíð því á móti hann forsætisráðherra. Síðan var svo stjórn bara mynduð á augnablik út í við eins og munum. Þannig að þessi pólitík í Evrópusamvinnu, hún endalaust á ferðinni í íslenska flokkakerfinu og flokkar hafa tekið alls konar afstöðu í þessum málum og nú vilja náttúrulega margir þessum að voru í Alþýðubandalaginu á sínum tíma og í Framsóknarflokknum á sínum tíma ekki muna það að þeir hafa verið á móti þessum samningi og ögurstundu og nú vilja allir Lilju kveðið hafa og það vita það allir hvað myndi gerast á Íslandi ef að við færum þetta litla land sem núna komið með þetta í raun og veru uppistand sem í Bandaríkjunum sem okkar stóru vinaþjóð sem hefur verið og séum hér varnarmál og svo framvegis að við ætluðum að vera aftur eyþjóð hér út í landi og gera tollasamninga og viðskiptasamninga við önnur lönd. Íslendingar gætu ekki lengur farið í nám án sérstaklega leyfa í Evrópuríkjunum. Við getum ekki fengið vinnu í Danmörku eða í Frakklandi
Grikklandi eða Spáni eða hvað sem og fólk gæti ekki komið hingað vegabréfsárituna og svo framvegis. Það vill enginn fara þangað. Það Bandaríkin og ástandið þar. Ólína, þú ert nýkomin frá Bandaríkjunum. Já, búin að vera 2 mánuði út í Berkeley. Já. Sem það var svolítið sérstakt að koma þangað í þessu andrúmslofti sem í Bandaríkjunum núna. Berkeley nú ekki Bandaríkin. Nei, það nefnilega málið já, það hefur ákveðna sérstöðu og kannski Kalifornía öll með Gavin Newsom við í forystu þar. En það var mjög sérstakt að skynja þessa þöglu en samt staðföstu andstöðu við stjórnarhættina sem orðið hafa eftir að Trump tók við. Þú gengur vel snirt húsakverfi með fallegum húsum og fallegum görðum og svo bara búið að skella niður skilti í garðinum þar sem stendur nei takk Trump eða no king eða við styðjum lýðræði, ekki einræði. Og þetta í gluggum húsa, þetta út á lóðum og það annað að þriðja hvert hús. Ég tók fullt af myndum af þessu og þannig að þarna bara það á öllum að vera ljóst sem ganga fram hjá þessu húsi að þarna býr fólk sem styður ekki einræðistilburði Trumps og það bara statement út allt. Þetta var mjög sérstakt að upplifa og eins þegar maður var að tala við fólk sem átti að segja á því náttúrulega maður var útlendingur og var að koma þarna eitthvað svona ákveðin tíma. Bara þakka þér fyrir að vilja þó koma til Bandaríkjanna og þakka þér fyrir að vilja kynnast þjóðinni en þannig að fólk skammaðist sín fyrir stjórnarhættina, skammaðist sín fyrir þjóðarleiðtogann. Það var mjög sérstakt að upplifa þetta því ég átti eiginlega ekki alveg vona á því Nei, þetta svona meira ákveðnar heldur en að kannski meira ákveðnar og þegar Trump fór að senda þjóðvarliðið inn í demokrataborgirnar til að ófræja þær og koma því á framfæri að þarna væri allt á vonarvöl þá sagði bara borgarstjórinn í San Francisco hann var ekki með neitt kurteisishjal það var bara stay the hell out of San Francisco þú veist og Trump hætti við að fara þar inn kannski þarf bara að tala við hann með sama tungumál og hann beitir sjálfur, ég veit það ekki. Skil ekki hana? Já, ég veit það ekki. Þetta var mjög sérstakt og mjög gaman að áhugavert, skulum við segja, að upplifa þetta og kynnast þessu hvernig þjóðin að hreyfa sig inn í þessum stjórnarháttum sem eru við lýði. Þessi hluti þjóðarinnar sem ég fékk að kynnast. Það nú oft sem að þjóðum leiðist þessum að stýra. Það var margir Ítali sem hálfskömmu sín fyrir Berlusconi mannig. Svona alveg bara dæstu ef maður vildi tala við þá Berlusconi og að koma til New York þegar Bush yngri var forseti. Það var svona borgin hálf dæsandi af skömm yfir þessum vitlýsing. Það var líka til bólir sem stóð Not My President með stóri mynda Bush og þannig að þetta ekki alveg í fyrsta sinn. En það sem náttúrulega gerast núna með þennan hóp sem Ólína lýsir að þau í rosalegri og hafa verið frá því að Trump á kosin í fyrsta sinn í bara sjálfsmyndarkrísu. Já, þjóðin bara. Já, nú ég hugsa svona frjálslyndu demokratana á þetta. Og mér fannst á fyrra kjörtímabilinu orðið aldrei þreytandi að maður hitti valla Bandaríkjamenn án þess að þeir færu að lýsa í löngumáli að þeir var ekki trumpistar og hann var nú meiri vitlýsingur og la. Og ég var alltaf, skipulegið ykkur þá gerið þið þá eitthvað í þessu og eftir smá tíma áttaði maður þessi sjálfsmyndakrísa, hún mjög djúpstæð vegna þess að þau trúa öll á American exceptionalism þau trúa að Bandaríkin séu í forystu hinna frjálsu þjóða og forsetin þeirra sé raun og veru forseti heimsins og þess vegna fannst þeim þetta alveg einstaklega óþægilegt og töldu sig þurfa að beðast afsökunar við alla sem þau hittu menn var bara á einhverju kaffihúsi niðri í bæ og spyr bara þú á undan í röðinni og það bara I did not vote Trump og þannig að þetta rosalega djúpstæð krísa en ég hef þörf fyrir að segja gerið það eitthvað í þessu Það auðvitað með sem þú segir Halla, sem alveg rétt að demokratar eru í dálítið krísu með sjálfan sig líka en með forystu Bandaríkjanna alveg sama hvað fólki finnst hvað það í íslenskri pólitík og hvað því kann að finnast Bandaríkin í sögu liðina áratuga þá hafa Bandaríkin og eru á stórum hluta enn forysturíki hins vestræna heims það sem hins vegar sérstakt núna að núverandi forseti
virðist vera í einhvers konar hryðjuverkum gegn þeirri stöðu eigin þjóðar. Vegna þess að hann meir og minna að draga úr öllu í Evrópu, bara til dæmis það að draga Ford flugmóðurskipið frá Miðjarðarhafi sem bara svona vera Bandaríkjanna á Miðjarðarhafi gagnvart Afríku gagnvart Evrópu og færa það til út í aðeins Venesúela. Hann að draga úr viðveru Bandaríkjamanna í Þýskalandi og allstaðar og að kalla burtu herlið, bandarískt herlið úr Rúmeníu sem nú með landamæri að þessum átakasæðum sem nú eru. Þannig og núna í þessum svokölluðum friðartillögum þá þeim gert ráð fyrir því að $100 milljarðar sem eru frystar eignir Rússa, að $100 milljarðar í Bandaríkjunum það farið til sameiginlegra fjárfestinga í Úkraínu til uppbyggingar þar, en Bandaríkjumenn hirði 50% af hagnaðinum. Í sömu mundu er gert ráð fyrir að Evrópa aflétti bara frosti á 100 milljarðum og fá ekki neitt. Og leggja til viðbótar fjármagn 100 milljarðar sjálf inn í Úkraínu. En fá engan hlut af neinu. Síðan restina af þessum fjármunum sem við talaðum þau að fara í sameiginlega fjárfestingar Bandaríkjamanna og Rússa á norðurslóðum við að grafa upp fágæta málma og svo framvegis sem að verði sameiginlegur hagnaður bandarískra fyrirtækja og rússneskra fyrirtækja. Þannig að þetta allt svo undarlegt hvernig maður hefur aldrei skilið og ég bara fæ ekki skilið. Það hlýtur að vera eitthvað leyndarmál þarna bakvið hvers vegna Trump svona ógeðslega undanlátssamur gagnvart öllu sem viðkemur Rússlandi sem auðvitað einstakt í sögu Bandaríkjanna að forseti Bandaríkjanna skuli vera svona undanlátssamur gagnvart Rússlandi og annarkvort hefur Putin eins og hefur verið fullyrt af sumum einhverja viðkvæmt myndefni á hótelherbyggi þar sem Trump var í Rússlandi. Og svo annað sem búið að færa sönnur á að Trump fekk auðvitað þegar hann var að fara á hausinn með sína fjárfestingar, þá fekk hann risavaxna innspýtingu fjár sem var náttúrulega peningaþvætti af hálfu Rússa inn í sína fjárfestingar í Bandaríkjunum, þannig hann skuldar Rússum mikla peninga. Þannig að þetta allt svo undarlegt hvernig forystu hlutverk Bandaríkjanna orðið af einhverjum skrípalátum. En nú vil ég koma með þjóðfræðilega skýringu á þessu, af því að ég held að skýringin á þessu sé einfaldlega svo að Trump aldrei í pólitík. Hann alltaf í viðskiptum. Hann viðskiptamókúll. Fyrir sig, hann alltaf að greiða persónulega. Já, ég veit það. Og öll hans heimsýn og öll hans nálgun á alla skapaða hluti eru viðskiptatilfæringar og bargaining og dealing. Já. En hvernig hefur forseti Bandaríkjanna verið í viðskiptum fyrir sjálfan sig á meðan hann í Hvítá Húsinu? Akkurat. Og bara svona nakið, Akkurat. En þetta það sem manni finnst svo óhuggulegt í stöðunni og eins og hvernig verið að koma fram við Úkraínu núna, það bara verið að knésetja Zelenský, veikja bæði pólitískt tíska stöðu og hernaðarlega stöðu Úkraínu, hálfparti neyðað á aðborðinu og svo þetta náttúrulega bara óskalisti Rússa að Úkraína láti eftir land og Úkraína hopið þarna og þú veist og Úkraína bara einhvern veginn algjör, hún bara viðfang en ekki gerandi í þessum friðarsamningum. Og ekki bara Úkraína, líka Evrópa. Já, Evrópa og þetta muni þetta veikja stöðu Evrópu verulega ef þetta verður. Það er bara að tala Evrópu sem skipt ekki máli, henni bara skipað fyrir í þessum punktum 28. Og fyrsta grein fullveldi Úkraínu verði staðfest, eins og það hafi ekki verið gert fyrir löngu síðan. Það var staðfest á öllum þjóðum heims. Það var fullvalda ríki síðan 1991. Hvernig ákveður þarf að staðfesta það? Úkraína seti í stjórnarskrá að hún muni aldrei fara í Evrópusambandið og NATO muni banna Úkraínu að koma í Evrópusambandið og síðan sagt að tala við Evrópu að Evrópusambandið flýti veitir hann að vera Úkraínu bráðabirgðaaðild að Evrópusambandinu og flýti aðildarviðræðum. Það bara skipun frá Bandaríkjunum og Rússlandi til Evrópu að tala við Evrópu. Þetta allir þessi punktar. Ég þýddi þá nú að setja á Facebook síðan mína. Mættir með punktana. Þetta sögulegt plagg. En ekki samið í Moskvu? Nei, þeir nú þennu sögum af því, nú eiginlega komið út úr þetta að vera samið að Bandaríkjunum auðvitað eftir óskalista Rússa, en Krím, Luhansk og Donetsk verði viðurkennd
sem rússneskt yfirráðsvæði, hluti af Rússlandi, þar með að Bandaríkjunum. Víglundar í Kherson og svo fyrir þessi verði fristar sem í raun staðfesting á yfirráðum beggja megin víglundar, hernámið staðfest og Rússar afsala sér yfirráðum á öðrum svæðum sem þeir hafa náð. Þeir hafa ekki náð. Og herlið Úkraínu Donetsk sem þeir hafa nú undir sínum yfirráðum, það verið dregið tilbaka og Rússar lofið því að fara aldrei þangað inn með herlið. Hver trúir yfirlýsingum Rússa? Og Rússar færi í lög þá stefnu sína, hugsiði, Rússland færi í lög þá stefnu sína að sína Úkraínu og öðrum Evrópuþjóðum ekki fjandskap. Þá stefnu sína, færi það í lög. Hvenær að marka lög sem Pútín hefur sett? Svo, já. Þetta er svo súrrealíst að maður geti ekki trúa því en maður færi og svo myndi þetta náttúrulega þýða að Rússar þeir myndi í raun og veru fá beinan aðgang að Svartahafinu, þeir fengju landtengingu við Krímskagan, þannig að strategísk staða Rússa yrði stór eld. Þetta bara eins og þessi samið í rússneska hernaðarmálaráðuneytinu. Má ég spyrja, af hverju kemur þetta svona mikið óvart? Við erum nýbúin að fá samning sem kallað friðarsamningur á Gaza, þar sem að fólki sem að varð fyrir þjóðamorði á að vera með skilyrðislausa uppgjöf og bara láta henda öllu vopn. Það sem sett yfir, nákvæmlega eins og hugsa þarna, verið sett yfir einhver stjórn sem að Donald Trump á að vera yfir, sem sér uppbyggingu á svæðinu til þess að hleypa bandarískum fyrirtækjum að til þess að græða á þessu stríðshrjáðu svæðum. Þetta var samþykkt, þetta var Evrópuleiðtogarnir héldu alltaf vatni á hrifningu þegar Trump kynnti þetta gagnvart Gaza. Þetta gekk í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Nákvæmlega sama hugsun og þarna. Af hverju ættum við þá að vera allir rosalega bitur að sama kemur upp gagnvart Úkraínu? Ég er ekki bara bitur, það bara því ekkert að tala ég skilur að það bætir ekkert böl að benda eitthvað annað. Þetta alveg jafn slæmt fyrir það. Við erum bara að tala Úkraínu núna og við erum að tala ríki í Evrópu sem var fyrir allsherjar innrás, einna völdugustu herþjóðar í heimi og við getum talað það, svo getum alveg talað Palestínu við viljum það, en núna erum við að tala Úkraínu. Ég er að segja að þeir eru svo hissa yfir þetta komið fram. Þetta kemur bara nákvæmlega ég er bara neyslaður á því ég er bara að lýsa því hvernig komið fyrir bandarískum stjórnvöldum sem að leggja þessa tillögur fram. Sem að leggja það til að skapa frið með því að að Úkraína veiti landaafslátt og veiki sína pólitísku stöðu, þannig að þeir leggja það til og ætlast til þess að Evrópa gangist inn á það, styðji það með einum hætti eða öðrum. Þetta myndi styrkja Rússana, þetta myndi veikja Evrópusambandið, þetta myndi veikja NATO, þetta náttúrulega stórleikir Úkraínu, já, ekki spurning. Þannig að í raun og veru verið þá að tala einhvern stöðuleika til skamstíma, en til lengri tíma þá algjörlega fyrirsjáanlegt að þetta myndi bara auka óöryggi og ógnar ástand í veröldinni og ég tala nú ekki bara í Evrópu vegna þess að Rússar hafa þá bara öll færi á því að hefja hernað að nýju þar sem þeim sýnist í raun og veru. Þetta er mjög hættulegt og það sem alltaf svo greinlegt að Bandaríkjaforseti, hann ekkert að hugsa Evrópu. Hann í raun og veru bara að skáka einhverju til á einhverju borði til þess að eiginlega bara í svona einhverju til að hann geti eignað sér heiðurinn að því hafa komið einhverju lausn á máli sem engin lausn, þetta engin langtíma lausn. Hann bara í business. Já, hann nefnilega bara í business. Það það sem hann með öll spil á hendi eins og sagt hann hefur bent Zelenský, hann sem engin spil á hendi. Ef Bandaríkjamenn draga tilbaka hernaðar aðstoð sína við Úkraínu, þá eiginlega borin von að Úkraína geti haldið upp í vörnum. Bandaríkjamenn hafa náttúrulega ekki til lengri tíma Gunnar Smári bituð úr nálinni með það ef þeir ætla að rústa NATO og sambandi sínu við Evrópu. Það eftir að koma aðri tímar og önnur ráð og það bandaríska þjóðin og bandarískir hagsmunir, þeir eftir að bíta úr nálinni með það ef þeir ætla að einangra sjálfan sig og fara í einangrunarstefnu sjálfur og American First og allt það eins og var nú fyrir kreppuna miklu sem að fór nú bara með Bandaríkin til helvítis, bandarískan efnahag til helvítis og það sem bjargaði, það er nú grátbróslegt og það sem bjargaði bandarískum efnahag var í raun og veru seinni heimsstyrjöldin
sem að setti allar efnahagsmaskinuna í Bandaríkjunum í gangi í hergagnaframleiðslu og eftir stríð stóðu Bandaríkjumenn uppi sem ríkasta þjóð og ríkari nokkur sinni fyrr. Þannig að ef að þeir ætla að yfirgefa til lengri tíma hagsmuni sína í Evrópu, þá mun Evrópa grípa til sinna ráða og styrkja sig, hægt að kaupa bandarísk vopn og svo fram eins og eru nú þegar farin að leggja áherslu á að byggja upp sinn eigin hergagnaðina. Bæði Frakkar og Svíar að fara að selja Svíar 100 þotur eða 150 þotur og Frakkar 200 til Úkraínu. Það allavega komið svona minnisblað það. Þannig að það mun bara breyta, það mun breyta sem sagt, hvað ég var að segja, átakalínunum í heiminum öllum. Og Bandaríkjamenn sigra ekki í viðskiptastríði við Kína einir. Hefði verið þar án Við vitum alveg að þessi sjónarmið eru bara í Bandaríkjunum, mjög rík í Bandaríkjunum, að slökkva á þessum eilíðarstríðum og það er bara mjög rík og hefur alltaf verið í Bandaríkjunum. Og núna er bara þau sjónarmið ofan á í Bandaríkjunum og við svo sem getum ekki leiðrétt Bandaríkja með það. Ég meina þau eru á þessari línu, þau eru að draga sig út úr Evrópu, NATO er öllum getum ónýtt. Þessi hugmyndum að við höfum einhverja varnir í því að hafa öflugasta her í heimi á bakuð okkur er líklega bara blekking. Þú þarf þá bara að borga fyrir það. Og ég held að Eystrasaltslöndin og fleiri sé að klóra sér hausnum núna, hvað það muni kosta ef að þau ætla að treysta á varnir Bandaríkjanna, hvort er að gefa allar auðlíti sínar ef þeir eiga einhverjar til Bandaríkjanna. Annars hefur kannski Bandaríkjunum bara áhuga á Grænlandinu, engan áhuga á Eystrasaltslöndunum eða Úkraínu, nema að við getum grætt á því. Þetta er bara staðan. En Trump verður sem betur fyrir dauður innan nokkur ára og hættur í embætti að minnst innan 3, þannig að tímarnir munu breytast aftur. Það veltur samt ekki alltaf einu minnstaklingi, sko. Já, þetta veltur tölvöld mikið á honum akkurat núna. Já. En ef þetta verður að veruleika, sko, þá mun þetta hafa mjög djúpstæð áhrif á valdahlutföllin í Evrópu og í alþjóðasamfélaginu. Þetta sko, það er bara og í heiminum öllum. Að veröldinni kemur þetta við, hvað verður þessar friðartillögur, þetta samkomulag sem verður. Hann var bara sjokkeraður, það var svo vonda kosti. Og gerir sér fulla grein fyrir því augljóslega sko, í hvað stöðu hann er og andrúmsloftið svona gagnvart honum. Sko, þetta er náttúrulega bara hann segir bara hann hvort að kyngja þessu eða horfa fram að mjög hann er búin að breyta stótti núna síðustu 24 tímana. Það er eftir hann er búin að tala við Evrópuríkin og annað þetta verður aldrei neitt samningur. Nei, þessu verður þvaðrað út og suður og þetta nú eru hafnarviðræður formlega þreifingar á milli samninganefnda Úkraínu og Bandaríkjanna og þetta verður bara endalausar breytingatillögur og meðan heldur stríðið áfram og það vill Pútín ekki vegna þess að Pútín er í raun og veru algjörlega að niðurlötum komin með þetta stríð í Úkraínu. Efnahagur Rússlands er komin að fótum fram, verðið á fatinu á olíu komin í $36. Hann er farin að flytja, ekkert heyrt í mig, þetta var nú bara til falls Sovétríkjanna á sínu tíma þegar það var gert samsæri gegn Sovétríkjunum að lækka olíuverð, eða Bandaríkin og olíuríkin í Persaflóa gerðu samsæri að lækka olíuverð sem knésettu nú bara Sovétríkin. Þannig að sko Rússland er ákaflega illa statt og Pútín vill náttúrulega frista þessa stöðu, þetta endurspeglar þá stöðu sem hann vill frista á meðan hann safnar aftur liði sínu og bætir hergagnaframleiðsluna og svo framvegis. Þannig að hann er bara að kaupa sér hlé. Hann er bara að kaupa sér hlé á átökum sem hann mun síðan halda áfram með. Krakkar, sko, það er margt á dagskrá. Nú skulum við fara yfir til Höllu Gunnarsdóttur. Nei, með vaxtaákvörðunina og það hvað við erum sko, mikið hærri vexti heldur en nágranna þjóðurnar og þetta býtur margan Íslendinginn. Heldur betur og nú er komið hálft annað ár meira síðan undirritað voru kjarasamningar með lágum launahækkunum í trausti þess að fyrirtæki myndi halda aftur að verðhækkunum og stjórnvöld myndi halda aftur álögum og verðbólga færi niður og stýrivexti líka. Og við erum bara því miður ekki að sjá þessa sín raungerast. Vissulega fór verðbólga niður og stýrivexti lækkuðu aðeins en við búum engu síður við mjög háa vexti og það eru ekki settar fram fullnægjandi skýringar á því hvers vegna þeir þurfa að vera svona háar á Íslandi.
Það bara, þær skýringar koma ekki. Og við erum með lönd sem við berum okkur saman við, þar sem verðbólga er á pari við okkar verðbólgu. Það er að segja sú sem er hægt að bera saman, af því okkar er náttúrulega með svona sér íslenskum mælingum og húsnæðisþátturinn er mjög stór þar. Og þar eru ekki svona háir vextir, en þeir eru svona háir hér. Seðlabankinn lækkaði vexti lítillega í vikunni en sagði að þeir væri bara að lækka vexti vegna þess að bankarnir var að hækka vexti eftir vaxtadóminn. Og þannig raun og veru var þetta engin breyting. Raun og veru var þetta engin breyting. Þannig að almenningur situr kannski verður eftir heldur en. Ég allavega ekki betur. Það er ekki að sjá. Og ég verð að segja nú er komin einn húsnæðispakki frá stjórnvöldum sem var alveg sumt ágætt í honum en hann skortir algjörlega svör við stóru spurningunum. Og ef við í verkalýðshreyfingunni bærum ábyrgð á 40% af verðbólgunni, þá held ég að það væri nú eitthvað verið að beina spjótunum á okkur. Húsnæðismál er í kringum 40% af verðbólgunni. Þau verða ekki leyst með háum stýrivöxtum. Þú getur ekki byggt hús með háum stýrivöxtum, það vita það allir. Og þannig að mér finnst algjörlega tímabært að við ferum að fara að fá einhverja svona heildstæða sýn, bæði til skemmri og lengri tíma og bara aksjón. Þú veist, bara ganga í þessi mál. Þetta er ekki svona rosalega flókið, sko. Þáttu að tala bæði húsnæðismálin og þar með vaxtamálin og verðbólguna. Já, þetta hangir allt saman. Ég segi það. Og mér fannst þetta sérstætt að hlusta fjármálaráðherra þegar hann var spurður álits á þessari vaxtaákvörðun og hann svona, eins og reyndar stjórnmálamenn nútímans gera svolítið mikið, var svona álitsgjafi. Svona svaraði bara svo verið að spyrja Ólínu eða einhvern fræðimann upp í háskóla og sem einhver áhorfandi á því sem var að gerast, en hann er gerandi og stjórnvöld eru gerendur og þau eru með fleiri stýritæki heldur en Seðlabankinn og mér finnst bara almenningur í þessu landi ekki geta beðið eitthvað mikið lengur, sko. En hafið eitthvað uppsagnar ákvæði í samningum? Nei, þau eru veik og það var eitt af því sem VR var mjög gagnrýnið á þessum tíma. Það voru uppsagnar ákvæði núna í haust en þau gengu út á það að ársverðbólga væri ekki yfir 4,95% og síðan að stjórnvöld hefði staðið við svona lagalega partinn af sínu. Og það var ekki hægt að segja samningum upp á þessum grunni. En á næsta ári þá er það líka svona verðbólgaákvæði, þá fer það aðeins lægra og það er spurning hvað er verið stödd þar en verðbólgan er ekkert eitthvað rosalegt próblem sko. Vandamálið eru vextirnir og húsnæðismálin og auðvitað, ég hef alveg verið að kritisera fyrirtæki sem eru að hækka verð meira en þau þurfa að gera og svo líka hefur opinbera víða að hækka álögur meira en það á að gera og þá horfi ég sérstaklega á sem sveitarfélög sem eru að hækka leikskólagjöld alveg gríðarlega 10 og jáfnvel upp í 200% sko. Á gildistíma kjarasamninga þar sem að sveitarfélögin áttu að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og samningarnir voru það góða sem var í þessum samningum og yfirlýsingu stjórnvalda laut að barnafjölskyldum. Það voru gjaldfrjálsar skólamáltíðir, aukning á barnabótum, það var verið að segja við verðum að gæta sérstaklega barnafjölskyldum í þessu á þessu tímabili sem við erum að gangi í gegnum og það er bara verið að svíkja barnafjölskyldur í þessu landi, það er bara verið að svíkja þær og þá horfum við sérstaklega á svona yngra fólkið sem er að glíma við bara einhvern versta húsnæðismarkað í manna minnum og það er engin núlifandi glímt við annað eins, það er bara búið að hækka samanlega árstökinn þar sem þú þarft að hafa til að geta komið öruggu þaki yfir höfuð. Þú þarft gríðarlega fyrirgreiðslu frá ættingjum til þess að geta komist út á húsnæðismarkað. Leigumarkaðurinn allt óreguleraður og þetta er bara veruleiki sem blasir við þessu fólki sem er líka að reyna að koma sér fyrir á vinnumarkaði og koma undir þessu fótunum og bara samfélagið og stjórnvöld eru að bregðast þessum hópi illilega. Og svo er 70% samdráttur á byggingamarkaði. Já, hann náttúrulega hefur farið byggingamarkaðurinn hefur alltaf verið eins og jójó en í þessum aðgerðapakka sem þú nefnir hjá stjórnvöldum þá náttúrulega er verið að bæta stöðu leigjenda með því að skráningarskylda leigumarkaðinn allan, hann er ekki allur skráður í dag og eins verið að setja þak á að húsaleiga með ekki hækka fyrstu 12 mánuðina og svo framvegis og setja skorður á Airbnb stöðuna
að þar eru sett takmörk á til að draga úr því og fá þá í fleiri íbúðir inn í langtímalegu til fólks. Það er alveg rétt sem Hallar að lýsa, það er allt rétt í ástandinu sem hún lýsir, það ég ger engar athugasemdir við það. En síðan eru aðgerðir sem eru gerðar í samvinnu við meirihlutann í Reykjavík að ryðja land í Ólafsárdal, það sem stefnir á því að byggja 10.000 íbúðir og fara strax í það er framtíðarplanið, og fara strax í 4.000 íbúðir sem að verði farið út í vor með svokalluð innviðafélagi sem muni létta á borginni með því að byggja einnig upp innviðina, skólana, leikskólana, gatnagerðina og svo framvegis og lagnirnar. Þannig að það eru aðgerðir sem munu slá á markaðin hér. Það þarf 3.000-3.500 íbúðir á ári mér sagt af sérfræðingum. Þannig að það er ekki eins og ekki verið að gera neitt og nýjar aðgerðir munu líka birtast. Það er vinnustofa á vegum félags- og húsnæðismálaráðuneytisins vinnustofa nr. 2 með hagsmunaaðilum sem framfer núna á næstu dögum og það birtast aðgerðir aftur snemma á næsta ári. Og síðan hafa ríkisfjármálin tekið breytingum og tekið mið af ástandinu til þessi mið að minnka þrýsting ríkisfjármálana á markaði. Ríkisfjármálin reyndar eru ekki vandamálið í verðbólgunni þó að sé oft talað þannig. En þau skipta máli. En margt í því sem þú segir Heimir er bara hárrétt og það er mjög jákvæðar aðgerðir inn á milli. Og ég er sammála með þessa skráningaskyldu, Airbnb, og það er frábært að brjóta land í Úlfarsárdal. Það er rosalega mörgum spurningum ósvarað þar reyndar, þar meðal svona hvernig þetta innviðafélag á að vera og hvernig á að tryggja það að þau muni ekki kosta skattgreiðendur og útsvarsgreiðendur meira en það myndi gera allir. Vegna þess að þetta er bara mjög viðkvæmt svona verkefni. Já, það áttur að kannski koma betur fram, Halla, ég má skrifa bara fram í með það, en þetta verður kynnt, útboðsgögnin á þessu verður kynnt á næstu vikum og þetta verður vonandi boðið út og staðfest útboð til félag sem myndi vilja taka þetta að sér, taka innviðafélagið að sér og þarna eru beinlínis áform að þarna verði stór hluti íbúðir fyrir þeirra sem hafa lagstu launin. Ég þekki þetta mjög vel. Það er ákveðin hlutfall sem að fara í slíka byggingu sem bara mjög eðlilegt og það er það sem Reykjavík hefur verið að gera og það er mjög gott og það er mjög margt gott sem Reykjavík hefur verið að gera í uppbyggingu húsnæði. Stóru spurningar sem ósvarað og ég teka fram að þessi ríkisstjórn er búin að sitja í heilt ár. Og hún var kosin á tíma þar sem fjórði hver húsnæðislántakandi var að missa fasta vexti. Þú veist, óða stýrivaxtar tímum. Og hún er búin að sitja í heilt ár og ennþá er þessum risastóru spurningum ósvarað sem er hvert á hlutverk ríkisins að vera, hvernig á að tryggja að það sé verið að byggja rétt, ekki verið að byggja einhverju vitleysu og síðan verður einhvern veginn að koma inn því að sveitafélögin eru mörg hver bara ána með það sem þau eru að gera hvert og eitt. Og eru mörg að gera bara fína hluti. Í vandræði vegna þess að þau hafi ekki efna á uppbyggingunni sem að þarf í sérstaklega kringum ný hverfi og er ekki með tekjustofna svo framvegis og ríkið þarf að taka sér einhvers konar yfir stjórnar hlutverk í þessu málum annarkvort með kvötum eða refsingum eða bara hverju sem þarf til þess að við byggjum nóg og byggjum rétt og við erum ekki að því núna. En ég ætla að taka fram, ég er ekki ósátt við hennar pakka, ég er bara mörguleiti ána með hennar pakka, en það vantar þessa fjármögnunina og heildarsýnina. Það vantar heildarsýnina og húsnæðismál, menn þetta á ekki að koma neinum á óvart. Þú veist, en samt eru við höfum í gegnum árin verið að rífast hversu mikið við verið að byggja, við vorum ekki eins og sammála það, við erum orðið sammála það, og þá er spurning hversu mikið þarf að byggja. Ég vil verið að gera ráð fyrir því að það búi fleiri í hverri íbúð heldur en allar mannfjöldarspár benda til og allar svona lýðfræðilegar spár benda til. Þú veist, þetta er bara málaflokkur sem er svo gríðarlega mikilvæg fyrir efnahagsmál, afkomu, þú veist, bara kjör, lífsgæði, allt, að hann verður að vera númer 1 í hugum þeirra sem stjórnar þessu landi núna. En nú var verið að segja, nú sagði Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á tímabili að það þyrfti að byggja á næstu 10 árum, ég held 41.000 íbúðir. Það eru cirka 3.500 ári. Og Reykjavíkurborg er að fara að kynna strax á næsta vori 4.000 íbúðir bara í Reykjavík. Það er líka uppsafnað vandi. En það sem skiptir líka máli, það sem skiptir líka miklu máli í þessu öll saman og það horfir að bygginga iðnaðinu sem slíkum. Að við höfum í gegnum bútasauma í gegnum áratugina búið til hér alveg ofboðslega flókið regluverk um uppbyggingu húsnæðis og nú er ráðherra félagsmála og húsnæðismála að einfalda allt það regluverk og setja þetta allt meira minn á eitt stað þannig að einn umsóknarstaður verði fyrir alla uppbyggingu þannig að það verði dregið úr þessu regluflóðu öllu saman og síðan að lóðafestingin, hér fjöldi stórra lóða
sem að þeir sem kaupa lóðurnar, þeir fara ekkert að byggja þeim. Þeir sitja á lóðunum og braska síðan með þær, selja lóðurnar hverju öðrum og hækka verið á þeim. Nú á að setja hömlur á það. Hvað fyrirtæki geta setið lengi á lóðum og gera kröfur uppbyggingu innan tiltekins tíma sem mjög mikilvægt og það sem auðvitað bara starinn til miðum með markaðan, auðvitað hér frjálsmarkaður húsbygginga, að byggingariðnaðurinn hefur að hluta til veðjað á vitlausan hest, hann hefur veðjað á byggingu íbúða sem ekki eftirspurn eftir. Það sem við þurfum í dag eru fleiri, minni og ódýrari íbúðir, bæði fyrir unga fólki sem að hefja leið sína inn á markaðin, en ekki síður fyrir eldra fólk sem vil minnka við sig, selja stórar eignir sem það koma sér upp á ævinni og fara inn í minna húsnæði. En það eitt sem að mig langar að vara við í þessari umræðu, sem að það gamli borgarfulltrúin í mér sem að rís upp. Þegar farið að tala að einfalda regluverkið, svo sé þetta byggja ódýrar íbúðir og unga fólki nota svona, fyrir ungt fólk. Ekki til þess bara almennt að minnka regluverkefni. Alvarlegasti heilsufarsvandinn á Íslandi í dag eru miklu vandræði út af handónýtu húsnæði sem menn hafa verið að rigga upp á síðustu áratugum, illa byggt húsnæði með vonda heilbrigðisvist sem að hafa verið bara verulegt vandamál og á sama tíma gengur þessi mantra að það þurfa að einfalda regluverkið og minnka flækjustíð svo sé þetta byggja hraðar og ódýrar. Ég vara við þessu sjónarmiði í alvöru, mér fúlast alvara vegna þess að og það nú eitt af markmiðunum í húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að var nú samþykkt þarna í fyrra með litlum ágreiningi og flokkarnir flestir sammála að það var að tryggja boðlegt og gott og örugt húsnæði fyrir fólk og frá því sjónarmiði má ekki hvika þó að mönnum líki á að koma auknu húsnæðisframboði inn á markaðinn. Þetta bara mjög gott og ég meina bara sammála þessu Jólínu og eina ástæðan fyrir því að fólk nýjar íbúðir seljast ekki að það hiki fólki að kaupa nýjar íbúðir af ótta við galla og sprungur og bras og vesen. Það eru líka bara allt og dýrar Það eru líka allt og dýrar. Það er bara engin vend að spáði að raunverulega íbúðir verið eftir að lækka svona 15%, þannig að það er að segja við fólk sem eru að kaupa núna, ekki kaupa. Því að verðið allt og hátt og ekki fallast á það að taka lán hjá verktakarnum sem að koma út allt og dýri íbúð með því að lána 20% til þess að þú geti farið þarna inn með 10% eigin fjárframlag sem öllu við getum gufa upp á næstu svona 2 árum. En það sem ég langaði að segja við þessu, á meðan stjórnvöld að finna út af þessu og sveitarfélögin og allir, að þá mitt félagsfólk að greiða húsnæðiskostnað sem kannski á bilinu 100 til 250.000 krónum hærri en hann ætti að vera. Og á sama tíma borgin að segja já, við ætlum líka að hækka á þig leikskólagjöldin og fleiri sveitarfélög og og það verið að fara ofan í vasana hjá fólki bara, úr öllum áttum fyrirtækin að hækka verð meira en þau ættu að gera og svo verið að segja að þið verðið bara að róa ykkur og reyna að halda laununum ykkar niðri því að það eina leiðin til að ná tökum á þessu og bara stærsta málið núna þessi húsnæðismál. Þetta stærsta málið fyrir afkomu og kjör fólks. Það vonlaust að sitja í forystu stéttarfélags og gera kjarasamninga ef að þetta síðan veruleikinn sem á að taka við þeir eru búin að undirrita 4 ára langtíma kjarasamninga. Það vonlaust. Við getum ekki látið bjóða okkur þetta. Það er varlega áætlað að það voru leigjendur að borga svona 40 milljarða á ári í ofháa leigu vegna brotins húsnæðismarkaðar. Og þetta bara neyðarástand sem að því miður ekki þessi stjórnvöld eða þeir sem hafa verið náður hafa brugðist við. Við erum með ónýta húsnæðisstefnu búin að vera í 20 ár sem leitt til þess að verðið sprengst upp. Það æstærri hópur sem hefur ekki efni á að eignast húsnæði á Íslandi. Þetta hefur gert á undanförnum 20 árum og stjórnvöld hafa í raunverulega ekki brugðist við nema með einhverjum svona að fara að skrá eignir hér, vinna að þessu eða eitthvað slíku. Það eitthvað alvarlega brotið í íslensku húsnæðiskerfi og það þarf að breyta eðli þess. Það alveg rétt, en hins vegar held ég að stjórnvöld hafi og ráðamenn landsins bæði í þessari ríkisstjórn og þeirri fyrri hafi áttað sig á þessum vanda og séu í raunverulega að reyna að gera hluti. Það er komin nothæf húsnæðisstefna sem gildir til 2038 sem var samþykkt á Alþingi í fyrra og það var nú Sigurður Ingi sem innviðaráðherra sem kom henni í gegn og það í fyrsta skipti sem sett húsnæðisstefna
í raun og veru. Hún alveg nothæf þessi stefna og það margt gott í henni eins og það að einfalda stjórnsýsluna, reyna að tryggja það sé byggingarhraði, eins og það að tryggja jafnrétti og öflugt framboð á heilsusamlegu húsnæði og svo framvið. Mjög mörg góð markmið sett inn í þá stefnu, en gamla vandamálið að það fylgir ekki fjármögnunin óljós og það fylgir ekki aðgerða áætlun hvernig á að halda utanum og tryggja eftirfylgnina og það gamli vandinn í íslenskum stjórnmálum og öllum ákvörðunum sem teknar eru að það vantar alltaf útfærsluna og tryggingu fyrir því að mál gangi eftir. Við erum að hluta til eins og froskurinn í vatninu sem hittar smátt og núna erum við farin að finna fyrir hittarum í ljónum undan froskurinn í vatninu og þá höldum við að þetta vandamál sé eitthvað sem þið getur hægt að leysa fyrir miðvikudaginn næstu viku. Eitt af stóru mistökunum sem gerð voru hér í tíð ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í kringum aldamótin voru að leggja niður verkamannabústaðakerfið og selja 25.000 íbúðir þar. Það var bara mega slys, það var alveg svakalegt slys og svo átti markaðurinn að leysa allt og hér hefur bara ríkt villta vesturs ástand á húsnæðismarkaði í 20-25 ár og það verður ekki bituð nálinu með það á einni viku. Það eru aðgerðir sem það eru margir að biðja það og eru mjög óþolinmóðir að segja að ríkisstjórnin sé ekki að gera neitt. Ríkisstjórnin bara að sitja í 10 mánuði, hún komið með fyrsta pakkan og boðar annar fljótlega eftir áramót og það auðvitað verið að taka á þessum félagslega hluta sérstaklega vegna þess að á hverjum bitnaði það að verkamannabústaðakerfið var lagt niður. Það bitnaði á þeim lægstlaunuðu í Eflingu, þeim lægstlaunuðu innan VR og innan verkalýðshreyfingarinnar sem höfðu ekki í nein hús lengur að venda. Og það eru bara mistök sem við erum núna froskurinn í heita vatninu og vatni lofsorðið eitt að við getum ekki lengur tekið hitanum og þá allt í ná að redda öllu fyrir miðvikudaginn næstu viku. Þessi uppbyggingin á almennu íbúðunum er búin að standa yfir í 10 ár og hún er gríðarlega mikilvæg. Hún er það besta sem hefur gerst í húsnæðismálum og Reykjavík hefur staðið sig best þar. Og hvað eru margar íbúðir sem hefur verið byggðar þar? Það eru 10.000 eitthvað svoleiðis. En þetta er það besta sem hefur gerst. Verkamannabústaðakerfið væri 26.000 íbúðir. Nú er þetta stjórnvöld að auka framlögin í almenna íbúðakerfið úr 30% í 35%. Nei, þau ætla að auka hlutfallið úr 30-35%. Verkamannabústaðakerfið væri 26.000 íbúðir. Það er vandinn sem að þarf að ef að verkamannabústaðakerfið hefði haldið áfram að vera látið í friði Gunnarsmári, þá væru verkamannabústaðarnir með 50-60.000 íbúðir í dag. Það er málið. Það er vandinn. Þess vegna viðbrögðin verða að vera í takt við vandann. Ég er bara að segja þetta er líkilatriði sem þú nefndir að náða með auka fjárframlög, það er nefnilega ekki verið að gera það. Stjórnvöld eru að draga saman fjárframlög sín í málefnum húsnæðismál. Þau eru að draga úr stuðningi til fólks til þess að kaupa, þau eru vissulega að hækka hlutfallið í stofnfjárframlögunum en þau eru ekki að auka þeim. Þannig að það getur hæglega orðið til þess, ekki stofnframlögin. Jú. Það er það eitthvað nýtt. Það var ekki í pakkanum. Ég ætla ekki að ræta við þig. Já, þetta meina sem var búið ákveða. En þessi pakki er ekki að koma með einhver aukningu. Vandamálið hefur ekki verið heldur að skorti stofnframlög, það vantar lóðir. Og ég vil bara ítreka aftur. Ég er mjög ánægð með það að ég er riða nýtt land í Úlfarsárdal og ég er mjög ánægð með margar aðgerðirnar. En ég er bara að segja, þetta er ekki nóg. Þetta á að vera mál númer 1 í ykkar huga. Þetta er mál númer 1 og það er ekki. Ríkisstjórnin hefur sagt þetta er ekki nóg, boðar frekari aðgerðar eftir áramót og þú verður bara eins og aðrir og við verðum öll að sína því þolumæði að þær aðgerðir eru ekki komna fram, þær koma fram fljótlega á 9 ári. Ríkisstjórnin hefur ekki sagt, svo því sem haldið til haga, hún sé búin að leysa vandamálið með þessum aðgerðum sem hún kynnt á dögunum. Á meðan er mitt fólk að borga tugir, jafnvel 100.000 í húsnæðiskostnað sem það ætti ekki að borga. Við erum öll að gera það, Halla. Ég er að borga alveg svo þú vexti sem eru langt umfram það sem er leggst mismunandi á fólk sem hafa efnaði. Þú er kannski efnaði. Ég er ekki í þeim hópi sem hefur Ég er hérna til þess að tala fyrir mitt félagsfólk. Ég veit það. Ég er að taka undir með þér. Að þetta er staðan hjá öllum.
Því miður. Nei, þetta náttúrulega ekki staðan í þeim sem eiga. Þeir eru auðvitað að ekki sem eiga, náttúrulega skuldfrí. Þeir sem eiga eða eiga sparifé, þú veist, þeir eru að fá fjármagn í vasann sem að þeir síðan nota í neyslu sem að er síðan verið að skamma skuldu á fólki fyrir. Þú veist, það er verið að kreista vitlausa hópa á vitlausu stöð. Það er annað sem er verið að framlengja, það er þetta framlag fyrirgjöðu hvað heitir þetta nú, séreignarsparnaðurinn, að fólk getur notað það í 10 ári, að festa það til eilíðar að fólk getur notað það í 10 ári. En það er líka verið að minnka fjármagn. Vegna þess að sko þetta úrræði hefur auðvitað verið gallað og gagnrýnt vegna þess að það er farið til efstu tekjuhópana. Þetta er ágætt lausn, en það er samt verið að draga saman peningana sem fara í húsnæðisstuðning til fólks. Hvert kom peningur sem fóru inn í séreignarsparnaðinn úr vaxtabótakerfinu sem var eyðilagt til þess að byggja þetta. Og nú er verið að segja, já, við ætlum að festa þetta í sessi en bara talsvert minna. Og þannig að þetta er bara rosalega gagnrýnivert og það þarf bara stórhug og stórhug og mikla framkvæmda og aðgerðagleði. Svo er eitt sem er óréttlætt í samfélaginu sem að Halla var eiginlega að vísa í að vaxtastefna Seðlabankans að hún bitnar á þeim sem að skulda og þar af leiðandi þeir sem eiga minnst til þess að kveða niður verðbólgu sem er drifin áfram af eyðslu þeirra sem hafa það ágætt. Og þetta er óréttlæti í samfélaginu sem er ekki hægt að búa við, sko. Þannig að stjórnvöld verða bara að stíga inn í og stoppa þetta. Já, það er eitt sem þegar maður nú að kynna sér sko afleiðingarnar af þessu nýja vaxta viðmiði sem Seðlabankinn hefur sett fram og viðbrögð bæði lífeyrissjóða og bankana við því og þau hafa nú verið dálítið undarleg. Þessi viðbrögð finnst mér að hluta til dæmis bara lífeyrissjóður sem ég þekki til að þar er allir hættir að lána óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Halló, af hverju er hægt að lána það? Og það eru sett skorður á sko, að lán með verðtryggð lán að þau geti ekki verið nema til 20 eða 25 ára sem gáttu verið til 40 ára hjá þeim sem vestmórastatir áður. Þannig að manni finnst viðbrögðin við þessu nýja viðmiði dálítið skrítin og manni finnst, ég skil ekki alveg hvað bankarnir er að fara og lífeyrissjóðir eru sumir að fara í breytingum á lánakjöru sínu og það er það sem Seðlabankinn segir að þessi viðbrögð, þessi herðing á lánaskilyrðum bankana hefur orðið til þess að það verður svo lítið framboð á lánum að vegna minna framboðs af lánum þá lækkar Seðlabankinn vextina, ekki vegna verðbólgunar. Og þetta er dálítið skrítið staða. Bankarnir líta á það sem sína skildu að verja 100 milljarða hagnað sinn út úr samfélaginu. Já. Þeir hafa enga skildu hérna húsnæðismarkaðnum. Þeirra mati. En þetta eru mjög skrítnir tímar og mér finnst viðbröðin og það þarf að skoða miklu betur hvernig bankarnir og lífeyrissjóðirnir hafa verið að bregðast við þessum dómum. Eða þessum dómi og svo eiga nú eftir 3 eða 4 dómar að koma til viðbótar þannig að það býða Svo spurning hvort það ekki bara að setja lögum eða húsnæðislán skal vera svona? Já, það er miðstýring. Það er ef markaðurinn fyrir frjálsir markaður endar með 100 milljarða hagnaði bankana og ónýttu húsnæðiskerfi þá verðum við að pröfa eitthvað annað. Já, kannski ekki að fara til ráðstjórnaríkjanna til þess. Hvað er kynsla? Ég segi daginn eftir ég keypti mína fyrstu íbúð þá sett verðtrygging á allt úti og hefur fyllt mér allar gutur síðan. Herðu, ég ætla að þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Ólína Þorvardóttir, Halla Gunnarsdóttir og Heimir Már Pétursson og hér eftir koma til okkar Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson og við ætlum að ræða Evrópusambandið og kannski aðeins meira. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Upplýsingar í símum 848 701
og 861-2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við höldum áfram. Nú eru komni til okkar margar reyndir menn úr stjórnmálum. Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson verið báðir velkomnir. Takk. Ég ætla nú ekki að vera að telja upp alla starfstitlana sem þið haft í gegnum árin. Þeir eru margir. Men stjórnmálum, það fara víða. Já. En hérna, Evrópusambandið, nú hérna við tölum við það að sko, hann kom nú mikið til talsetna hjá okkur áðan. Þessir tollar sem sett á okkur og íslenski stjórnmálamenn kannski sumir hverjir voru með fljótur á sér, voru með miklar yfirlýsingar og stór orð. Voru þau óþörf? Já, kom okkar að spyrja fyrst. Já, bara förum stafrósuna, þú nú fyrstur í stafrónu. Já, aldrei svo. Það er ekki oft. Já, nei, ég held að þau hafi ekki verið óþörf en mér finnst menn hafa svolítið skautað fram hjá efni þessarar ákvörðunar og hún felur í sér að það er að sönnu settur á tollur en undantekningin er svo að 75% er tollfrjálst og það sem eftir það er tollfrjálst ef það heldur uppi ákveðnu verði.
Þannig að, og markaðurinn brást þannig við að hlutabréfin í þessu fyrirtæki hækkuðu, þannig að markaðurinn taldi að þetta myndi leiða til hærra markaðsverðs og betri afkomu fyrirtækisins. Þannig að það er nú ekki hægt að líta á þetta sem mikla árás í því ljósi. Nei. Þannig að en menn hafa kannski verið að deila aðra hluti í þessu. En efnisleg niðurstaða gefur ekki tilefni til þessa mikla bakslagangs. Nei. En það er þetta með stóru orðin, sko. Ég sá það eftir formanni Sjálfstæðisflokksins að þetta væru glæpamenn. Svo fór ég að skoða hvernig það var tilkomið. Að þá hún spurð í fréttum, svo ég tæki nú upp hanskan fyrir hana sem ég nú ekki var annur að gera fyrir Sjálfstæðisflokkin sérstaklega. En þá var það þannig að hún spurð hvort að þetta séu glæpamenn eða séu glæpur og hún segir að þetta sé brot á samningnum og glæpur í þeim skilningi og þá fær hún fyrirsögnina formaður Sjálfstæðisflokksins segir að þetta séu glæpamenn sem var náttúrulega ekki. Hins vegar finnst mér þetta altså stór orð eða gagnrýni eigi rétt á sér í þessu máli. Reyndar þarf yfirvegunar við og nokkura þekkingar á málum til að átta sig á því hvað þarna er raunverulega að gerast. Ég er ekki alveg klár á því hvað það er. Það getur verið svo að Evrópusambandið sé að vernda eigin iðnað sem hefur verið að skreppa saman á þessu sviði einhver 10-15%. Það er alveg rétt. Þetta er ein skýring, einn möguleiki á skýring á því hvers vegna þau ákveða að brjóta EES-samningin. Þetta er brot á EES-samningnum og það í sjálfu sér á réttlætir stór orð. Nú síðan er annar möguleiki. Það er að þetta sé liður í þrýstingi Evrópusambandsins á Noreg og Ísland að ganga í Evrópusambandið vegna þess að værum við þar innanborðs að þá hefðu þessi verndartólar ekki tekið til okkar. Nú þriðji þátturinn sem er alveg vert að íhuga í ljósi heimsviðburða og þess sem er að gerast á alþjóðavettvangi er einfaldlega sá að meiri hluta eign í Elkem er kínverskt. Það eru Kínverjar sem eiga 53% í Elkem og við vitum alveg að það hefur komið skipun frá hergagnaiðnaðinum og fulltrúum hans í Bandaríkjunum að það eigi að skerða samskipti og viðskipti við Kína. Og þetta er eitt sem að menn hljóta að horfa til. Þegar að þetta er tekið saman, þá erum við að sjá þarna svona fantalega stórvelda tilburði af hálfu Evrópusambandsins, hvort sem það er vegna brota á samningnum til verndar eigin iðnaði, til þess að reyna að þröngu okkur inn í Evrópusambandið eða að hlýða skipunum viðskiptahömlur á Kína. Og þetta er bara efni sem að krefst mikillar umræðu og það er alveg réttmætt að reyna að horfa þar niður í kjölinn. Mér sýnist nú augljóst að ástæðan fyrir því að Evrópusambandið fer á stað með þessar aðgerðir er auðvitað svo að Bandaríkin hafa horfið frá fríverslunarstefnu og tekið upp ofurtolla og eru í viðskiptastríði við allan heiminn. Það hefur meðal annars leitt til þess að afurðir af þessu tagi hafa flætt inn á Evrópumarkað og stuðlað að lægra verði og Evrópusambandið telur sig þurfa að standa með sínum iðnaði og sínu fólki og það er auðvitað skiljanlegt. Þetta að okkur snýr þetta hins vegar er þetta brot á samningnum. Þeir beita ákvæði sem við vildum fá inn í samningin og þetta ákvæði felur í sér að það sé heimilt að gera undanþágur frá meginreglunni og undanþágur frá anda samningsins. Það var okkar kröfu og hvernig eigum við að bregðast við þegar að gagnaðilinn beitir þessu ákvæði sem við vildum fá. Eigum við að heimta ákvæðið út og segja nú viljum við þetta ekki lengur? Nei, ég held að það sem er ólíklegt að við myndum vilja það og þá er spurningin hvað annað. Ég held að það sem skipti raunverulega máli
í þessari stöðu, það fyrst og fremst að slá skjaldborg þennan samning og framkvæmd hans. Ég geri bara fastlega ráð fyrir því að það sé samstaða að viðhalda þessu ákvæði. Það getur alltaf komið upp ágreiningur þegar ákvæðum að þessu tagi beitt. Hvort að það sé of víð túlkun eða of þröng túlkun. Og sjálfur svona hallast ég að því að þetta hafi verið svona víð túlkun en það ekkit alveg einhlítt að sér lagfræðingar bæði innlenda og erlenda sem svona geta komist alveg að gagnstæðri niðurstöðu það. En þetta snýst bara þetta skilgreiningaratriði. En hagsmunir okkar eru ekki að fara í stríð við Evrópusambandsþjóðirnar. Þar eru mikilvægustu viðskiptahagsmunir okkar og við eigum þvert á móti að reyna að treysta okkar stöðu, ekki síst á þessum tímum sem við búum við í dag, þar sem það breytt stefna Bandaríkjanna ógnar bara okkar hagsmunum á mjög marga vegu og þá eigum við að treysta meira á samstarfi þjóðir sem fylgja í grundvallaratriðum sömu stefnu og við. Við gerum það náttúrulega ekki með bundið fyrir augun eða svona í hlýðni við einhver tiltekið vald. Það alveg rétt sem þú segir Þorsteinn. Ég sé ekki að það hefur neitt talað fyrir því að gera það í hlýðni. Jú, það nú þannig að menn hafa skipt svolítið í fylkingar hérna. Jó, en hver hefur talað einhverja hlýðni við vald? Að hlýta Evrópusambandsreglunum. Fjórfrelsin. Menn hafa vilja ganga mjög, já, en það hefur verið ágreiningur það hvar þessi landamæri liggi, hvar við höfum heimil til að fara okkar leið og hvar ekki, eins og til dæmis varðandi landakaup erlendra manna innan EES-svæðisins, ég þekki það nú vel, setti fram lagafrumvarp það efni. Sigurður Ingi Jóhannsson, hann brást ágætlega við þessu, formaður Framsóknarflokksins, hann sagði ef að þetta á að vera túlkunin á EES-samningnum, að við eigum að hafa þetta svigrúm til verndar okkar markaði, þá ættum við að taka það, huga því hvort við tökum það upp gagnvart okkar landbúnaði til dæmis. Staðreyndin hefur hins vegar verið svo að þegar að við höfum viljað horfa til íslenskra sérhagsmuna, til dæmis varðandi innflutning á hráu kjöti, svo dæmis í tekið, undanþágur frá þjónustutilskipuninni á sínum tíma innan velferðarkerfisins, þá hefur mætt okkur stálhnefi og menn hér hafa skipti fylkingar eindregnustu fylgismenn Evrópusambandsins annars vegar og efasemdamenn hins vegar túlkun á samningnum. Ströngustu fylgismenn, þeir hafa viljað fylgja Brusselvaldinu í hlýðni og það að birtast okkur núna í þeirri furðulegu ákvörðun ríkisstjórnarinnar að reyna að keyra bókun 35 í gegn. Því að þar einmitt tekin af allur vafi hver skuli ráða. Evrópusambandið segir þið komið til með að ráða en ef þið farið ykkar leið og viljið halda í það að dæma álitamálin, hvar landamærin liggja milli dómakerfis Evrópu og ykkar, að þá munum við lögsækja ykkur. Og þá segja menn, við skulum bara hlýða Evrópusambandinu og samþykkja bókunni 35. Þetta kalla ég að fylgja Evrópusambandinu í hlýðni, undirgefni og hlýðni. Já, og alveg eins var þetta Þorsteinn, þú eru líka að horfa til þess. Þú ekki tilbúin að horfa til þess að þarna sé stórveldi í burðarliðnum, Evrópusambandið, að fara að vilja Bandaríkjanna og bandaríska hergagnaiðnaðarins bann á viðskipti við Kína, að draga þar úr viðskiptum, að kunni að vera það, að kunna að vera sá ásetningur að reyna að þröngva Íslendingum og norðmönnum inn í Evrópusambandi, svona stórvelda. Ég var nú að segja alveg eins og Ögmundur að mér finnst ekki mjög málefnilegt að segja kynni ekki að vera að það væri eitthvað gruggugt á bakvið þetta og hitt.
Hvað er ómálefnilegt við það? Já, vegna þess að það eru engin rök á bakvið. Hvorugur veit þetta, þú eða ég, en við erum að tefla fram álítamálum. Já, ég ætla bara að segja það. Að þarna erum við í bandalagi við þjóðir að okkar ósk það er ákvæði í þessum samkomulagi undanþágu að okkar ósk og þeir sem rís upp á afturlappina núna, enginn þeirra biður að þetta ákvæði verði tekið út. Allir vilja halda því. Síðan vitnar þú í þessa tillögu sem hefur verið flutt á Alþingi að setja toll á landbúnaðarafurðir. Í fyrsta lagi skulum við hafa það í huga. Þetta er svona hugsunin á bak við þetta. Þeir fóru stríð við okkur og við kýlum á móti. Þá megum við ekki gleyma því þegar sú tillaga kom fram innur. Já, ég meina tillagan er á að vera að kýla á móti. En þá verður nú fyrsta lagi að hafa í huga að það er mjög ólíklegt að ég er að vísa í ákvörðun ríkisstjórnar, Samfylkingar og Vinstri grænna innflutninga á kjöt. Bíddu rólegur. Ég er bara að vísa í það sem þú sagðir tillögu Framsóknarflokksins að leggja toll á landbúnaðarvörur sem eitthvað svona kjafsögn á móti. Hann er nú ekki viðstættur hérna, þú ert að vitna í hans orð og ég sem tók upp hans orð þar sem hann sagði ef menn vilja hafa þennan hátt á. Ágmundur, má ég ekki? Jú, þú ert að vitna í orðmanns sem að voru höfð eftir mér. Hann sagði þetta á þingi. Hann sagði þetta á þingi. Hann sagði ef að menn vilja hafa þennan hátt á, ef menn vilja gera það. Þá ætla ég bara að minna á það. Landbúnaðarafurðir og sjávarafurðir eru fyrir utan innri markað Evrópusambandsins og tollfrelsi sjávarafurða sem ekki algjört inn á þennan markað og hefur farið hlutfallslega minnkandi síðan samningurinn var gerður. Og mjög lítið tollfrelsi á innflutningi á landbúnaðarafurðum, það eru sérstakir samningar sem það gilda. Þetta er fyrir utan innri markaðinn og ef við ætlum að fara að brjóta það samkomulag sem við höfum gert núna mjög takmarka tollfrelsi á erlendum landbúnaðarafurðum, þá er viðbúið að Evrópusambandið svari því með því að setja sambærilega tolla á fisk og er eitthvað vit í því fyrir Ísland að fara í eitthvað tollaslag af þessu tagi. Satt best að segja eru allir okkar hagsmunir í því fólgnir að reyna að tryggja það að það séu sem minnstir tollar því að við flytjum hlutfallslega meira út af okkar framleiðslu en flestar aðrar þjóðir. Og það er þess vegna sem ný stefna Bandaríkjanna gengur gegn íslenskum þjóðarhagsmunum. Og þess vegna þurfum við að huga meir að dýpra samstarfi við þær þjóðir sem fylgja fríverslu. Af því að það eru bara lífshagsmunir okkar og fólksins á ekki síst fólksins á landsbyggðinni. Bara frá að sanngirni sé gætt gagnvart Sigurð Inga sem að ég var að vitna í, þá sagði hann að vilji mann fara út á þessa braut, að þá opnast þessi möguleika. Hann hefur farið út á þessa braut og flutt þessa tillögu sem ég tel. Ein ástæða fyrir því að þetta var svolítið hiti í umræðinni þegar fréttirnar bárust klukkan 11, var ekki á þriðjudaginn, er að það er í stjórnarsáttmálunum samþykkt að það verði efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ég hefja aftur aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Þarna svona fyrstu klukkutímana þá heyrði maður það sjónarmið að þetta væri nú endanlega sönnun fyrir því að í þessum breytta heimi sem þið báðir eru að lýsa, það sem að rísa tollamúrar í kringum stórveldi og viðskiptablokkir, að þá sýnir þetta mál það að það er eiginlega ekki lífvænlegt fyrir Íslendinga að standa fyrir utan og þar af leiðandi ættu við að renna okkur inn.
Maður tók eftir í svona hitanum að þetta sjónarmið svona heyrðist ekki mikið á eftir vegna þess að sömuleyti var þetta óvinsælt svona að Evrópusambandi væri að svona hálflöðrung okkur, maður heyrði þetta líka maður sér viðbröðin í Noregi að það stuðningu við aðild dregst saman og andstaðan vex sem viðbröð við þessu. En hvað segið það? Er hægt að draga þann lærdóm að þessu máli að þetta sé vísbending það að í breyttum heimi sem að getur orðið bara versnað, það er ekki endilega vístan skáni, að þá er eiginlega vonlaust fyrir Íslendinga að standa utan blokka og við verðum þá að bara druslast inn í Evrópusambandi hvort sem við viljum það ekki. Frá mínum bæjardyrum séð er þetta mál kannski ekki nógu stórt til þess að vera eitthvað afgerandi atriði það. En á undanförnum árum og rúmlega áratug hafa verið að gerast breytingar á alþjóðasviðinu sem hafa með margvíslegum hætti ýtt undir það að við gengjum inn í Evrópusambandið. Þar koma til viðskiptalegir hagsmunir að tryggja okkur betur inn á þessu stærsta fríverslunarsvæði í heimi, en það koma líka almennir bara pólitískir hagsmunir að standa með þeim þjóðum sem enn verja lýðræði og mannréttindi og í þriðja lagi að standa með þessum þjóðum sem verja þessi grunngildi sem íslenskt samfélag er byggt á í varnar og öryggiskyni og þar kemur bæði til aðildina að Atlantshafsbandalaginu en líka vaxandi varnarsamstarf norrænna þjóða og Evrópusambandsþjóða og annarra Evrópuþjóða eins og Bretland sem er í sérstöku samstarfi við Evrópusambandið á þessu sviði. Við frá mínu bæjardyrum þurfum við bara að vera fullir þáttakendur í þessu, þannig að ég segi bara þetta mál eitt og sér er ekki svo stórt að það velti þessari spurningu. Eins og við bara vorum að rifja upp áðan, það er líklegt að verðmæti fyrirtækisins hafi aukist við þessi aðgerð, hún hafi beinlínis stuðlað að bara betri útkomu fyrir fyrirtæki sem ég hlut á. Þannig að það er ekki hægt að líta það sem mikla árás. En svona almennt sýnist mér að öll þróunin gangi þá átt að það sé lítil skynsemi í öðru en að ganga þarna inn. Myndur, þetta er músík í þínum eyrum. Hver útkomar úr þessu máli verður í krónum talið, veit ég ekki. En svona þegar hort er á prinsip og vinnubrögð að þá er þetta stórt mál og ekkert að undra að þetta fari illa í Norðmenn og ekkert að fara illa í Íslendinga. Ég held að þetta eigi ekki verða til þess að þeim finnist fýsilegra að ganga inn í Evrópusambandið. Það er ekki vegna þess að ég hafi svo óskaplega mikla ást á kapítalismanum að ég segi það sem ég ætla að segja nú. En ég held að kapítalismin og hinn frjálsi markaður, eða markaðurinn skulum við segja, og markaðshagsmunir hafi yfirleitt sinn gang á endanum, alveg óháð samningum og bandalögum og svo framvegis á endanum. Vegna þess að menn vilja kaupa okkar vörur, fisk, sjá íslenska náttúru, koma til landsins. IKEA vill selja sínar vörur á Íslandi og mun þrýsta á það að það veri gert. Og á endanum þá munu þessi öfl hafa sitt í gegn, er ég alveg sannfærður um. Það getur gerst í gegnum svona stór markaðsvæði eins og Evrópusambandið, gerst líka með tvíhliða samningum eins og Evrópusambandið hefur gert við fjölmörg önnur ríki. Sjálfstæðisflokkurinn var á þeim á sínum tíma fylgjandi því að fara þessa tvíhliða leið áður við gengum til samninga hið evrópska efnahagssvæði, allavega margir þar innan dyra. Mér finnst þessar miklu blokkamyndanir í heiminum núna vera óhugnalegar. Blokkirnar bæði Evrópusambandið, Bandaríkin er að ganga gegn öllum prinsipum Sameinuðu þjóðanna, ganga framhjá Sameinuðu þjóðunum og þegar talað
gildi vestrænna þjóða og þeir sem standi saman að verja mannréttindin og frelsið. Ég er bara að horfa til þess sem að gerast á Gaza til dæmis. Ég er að horfa til þess sem að gerast innan veggja evrópskra ríkja, hvernig farið með fólk í vaxandi mæli. Ég þekki mjög vel til þessa. Fólk sem að lenda í fangelsum í Bretlandi til dæmis, það eru Kúrdar, stuðningsmenn Palestínumanna, þeirra frelsi heft, Þýskalandi líka. Það átti að vera ráðstefna sem að ég ætlaði að sækja í Hamborg á sín tíma, háskólanum í Hamborg. Það voru Kúrdar, þeir þóttu á vinstri sinnar, það var lokað skellt á þá, það var þýska lögreglan sem fyrirskipaði það. Heimurinn allur að verða svolítið varhugaverður og ég las í morgun hrollvekju hvert Íslendingar að halda undir forystu samflokksmanns þíns, Þorgerðar Katrínar, utanríkisráðherra. Hún búin að leggja fram þingsályktunartillögu í varnar- og öryggismálum Íslands. Og hrollvekjan sú að þarna dregin upp mynd og okkur þrýst inn á einhverja braut sem mér finnst ekki verið í anda frelsis og víðsýni. Ég vil að við svona förum að endurmeta okkar stöðu, ekki í ljósi stórvelda hagsmuna Bandaríkjanna eða Evrópusambandsins. Hingað mætir yfirmaður þýska hersins daginn. Hann mætir í fullum herklæðum. Þjóðverjar eru konum með her upp að Eystrasalti, í Eystrasaltsríkjana, í Eystrasaltsríkin. Sko, hvert eru við eiginlega að stefna? Þegar að við vorum ungir menn við Þorsteinn, þá vorum við ekki á sömu línu í pólitík, alls ekki. Varst þú ekki í Imriðarhópnum og ég var einhvers staðar á allt öðrum stað. En meiri hluti fólks var að fylgja sínum fríðarstefnu. Það vildi niður burt með vopnin, burt með vígvæðinguna. Núna verið að örfa þetta alls saman og ríkisstjórn Íslands, hún eins og versta klappstýra í þessu liði hergagna iðnaðarins sem núna búin að fá Evrópusambandið, Evrópusambandsríkin í NATO sem að þú mærir, Þorsteinn, sem einhverja voðalega kyndilbera frelsisins, til að verja 5% af þjóðarframleiðslu til vígbúnaðarmála. Þau ætla að skræla innan velferðarkerfin til þess að geta keypt vopn. Og þegar við erum að tala fyrir eða hneykslast yfir því sem að gerast í bandarískum skólum þar sem að nemendur að skjóta hver annan og kennarana, þá segjum við burt með vopnin, takið byssurnar af fólkinu. Eigum við ekki að gera það bara á heimsvísu? Er ekki komið mál að fara að tala á annan veg? Og þannig að punkturinn sem ég vildi segja fyrst og fremst þetta. Það má skoða, sjálfsögðu á að gera það, Ísland og NATO og herinn burt og burt með þessa vígvæðingu. En það svo ég komið aftur að þessum upphafspunkti, þetta mál í krónum og aurum talið veit ég ekki hvernig verður. Þetta skiptir máli fyrir þá sem að missa vinnuna hérna. Á Íslandi ef að það gerist að fólk missi vinnuna sem að menn að hafa áhyggjur af því ef að það gerist þá það slæmur hlutur en prinsipin og vinnu aðferðina þjörsnagangurinn brot á samningum þetta brot á samningum annarkvort það að vísvitandi eða að það sé eitthvað annarlegt þarna bak við annað sem eru Kína meiri hlutin í Elkem, það bara staðreynd. Þetta eru rétt innan við helmingur af innflutningi í Evrópusambandið frá Norðmönnum og Íslendingum, 43% eignarhald Norðmanna og 4% okkar og það eru Kínverjarnir meiri hluta. Ég veit ekki hvort það það. En ég held að allt þetta eigi eftir að fara illa í fólk og fólk fer að skoða núna þessa stórveldis takta í Evrópusambandinu og við ekki að vera þar innan þeirra, alls ekki.
Já, þetta var nú svona löngræða. Já, það sé við nokkuð. Nei, en hún byrjaði á því að þú sagðir að kapitalismin, hann muni bara hafa sitt fram og flæða fram eftir sínum lögum. Ég held nefnilega að það hafi verið mjög mikilvægur punktur í það. Var það besti hlutin? Já, mér fannst það nefnilega ágætur punktur af því að þessi spurning sem við erum að tala sko á Íslandi að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Við erum alltaf meira að tala það heldur en varnarmálin, en þetta tengist þó allt. Þetta nefnilega spurning lífsviðhorf og ég held að það sé mjög mikilvægt að markaðurinn lúti reglum og það alveg lífspursmál fyrir litlar þjóðir að alþjóða viðskipti lúti alþjóðlega bindandi reglum og að það sitji allir við sama borð og það einmitt það sem við höfum fengið með Evrópusambandinu. Við höfum fengið tollfrjálsan aðgang að mörkuðum sem skapa aukin verðmæti en við fáum líka mjög harðar samkeppnisreglur sem hindra það að markaðurinn geti misbeitt valdi sínu. Við fáum reglur neytendavernd og hollustuhætti. Bandaríkin í dag eru að brjóta þetta alþjóðakerfi niður. Bandaríkin vilja leysa Evrópusambandið upp af því að þau vilja ekki sterkan viðsemjanda. Þau vilja geta samið við einstök ríki í Evrópu en vilja ekki sterkan viðsemjanda. Bandaríkin vilja að lögmál frumskógarins gildi í alþjóðaviðskiptum. Það þeirra markmið með þessari ofurtollastefnu og stríði gegn allri heimsbyggðinni. Það þeirra markmið, við erum stærstir, við eigum að ráða leikreglunum. Og ég sé ekki aðra vörn í heiminum í dag gegn þessari þróun en Evrópusambandið og það er ekki bara að Bandaríkin gangi gegn lífshagsmunum Íslands þegar þau eru að brjóta niður alþjóðlega reglur fríverslun. Þau eru til að mynda að brjóta niður alþjóðlegt samstarf umhverfisvernd og loftslagsvá. Og það eru fá mál sem geta haft meiri áhrif á okkar afkomu til lengri framtíðar. En einmitt þessi, bara fiskistofnanir, ef hér verða verulega breytingar á hitastigi sjávar, þá geta fiskistofnanir farið út og bara svift Ísland og landsbyggðina gífurlegum tekjum. Bandaríkin eru markvisst að ganga gegn þessum lífshagsmunum Íslands. Við höfum bandamenn í Evrópu til þess að verja þetta á alþjóðavettvangi. Við gerum það ekki einn, en við eigum þarna bandamenn. Og ég bara segi, það hefur aldrei verið brýnna að við leitum samstöðu með þeim sem fylgja ekki bara sömu gildum, heldur sömu lífsstefnu varðandi lífshagsmuni þjóðarinnar. Lífsstefnu og lífshagsmuni þjóðarinnar. Evrópusambandið og Evrópuríkin hlýða á endanum Bandaríkjunum í einu og öllu, það höfum við séð. Það er ágreiningur það hvort við að ljúka Úkraínustríðinu eða ekki. Evrópa vill halda áfram. Bandaríkin á annarri skoðun. Bandaríkin fylgja bara Rússlandi í þeim efnum. Báðir aðilar hins vegar hafa greitt götu fjármagnsins til að eignast, fara sölsa undir sig eignir Úkraínumanna, almennings í Úkraínu. Við vitum það með eignarhald á landi og aðra. Og þegar maður sér síðan menn tala svona opinskátt eins og Trump gerir, hann er að segja hluti sem hinir eru að gera, allt þetta lið sem að Þorsteinn segir við deilum gildum með, þetta eru fjármagnsöflin í Evrópu. Þetta mikla réttlæti sem að Evrópusambandið er að skapa, ég er með miklar efasemdir það sem allir sitja við sama borð. Stundum vill maður ekki allir sitja við sama borð.
Stundum vill maður að samfélagslegir þættir og samfélagsþjónusta að hún standi utan þessa markaðstorgs. En það sem Evrópusambandið hefur að gera og við höfum orðið fórnarlamb í gegnum EES-samningin í gegnum árin. Það er tekið samfélagið í skref eftir skref, brotið niður í litlar markaðseiningar. Það sem áður var á vegum hins opinbera, raforkan til dæmis, hún er brotið niður, þetta er gert í áföngum, orkupakkarnir, tilskipunni frá 96, 2003 og svo þriðji orkupakkin og fjórið á leiðinni. Þetta er allt tekið niður og brotið niður. Það má ég spyrja þínu. Telur þú að okkur væri betur borgið hefðu aldrei samþykkt EES-samningin og stæðum utan við? Það er bara ekki nokkur einasti vafa á því í mínum huga. Að þá hefðu okkur ekki verið þröngvað til að fara þessa braut, til dæmis með orkuiðnaðinn okkar. Sko, þegar menn að mæra þennan samningu upp úr öllu, þá eru þeir að gera það á sömu forsendum og Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra í krafti þess flokks, segir og er alveg trúr sínum hugsjónum en þann dag í dag. Þeir vilja markaðsetja þjóðfélagið og telja okkur verið betur borgið því lengra sem við förum út á þá braut. Ég er með hins vegar efasemdir að svo sé og get ekki fjölmörg dæmi þess að við varum betur sett með samfélagslega þjónustu. Þegar ég reyndi sem ráðherra að taka kynnisferðir sem eru einokona fyrirtæki hérna sem að flytja farþega frá Keflavík til Reykjavíkur og keyra það undir samgöngukerfi Suðurnesja. Þá er það kært til ESA, það er kært til Evrópusambandsins og þess að athuga hvort að þetta standist heilagarreikningu markaðarins og það er náttúrulega kemur svarað vörmurspori, nei, þetta er bannað. Þið með ekki gera þetta. Þegar við fórum út í sjóflutningana, þá er sama upp á teininum og stundum er það svoleiðis Þorsteinn að mínum mati að samfélagsleg viðhorf eiga að vega þyngra heldur en markaðshyggjan og hagsmunir gróða aflana. Það er bara svoleiðis sem á að vera. Það er bara það sem ég er að segja Ögmundur, er nákvæmlega þetta að þegar að þessar ákvarðanir þínar voru kærðar til ESA, þá var það spurning hvernig ætti að framfylgja reglum sem við höfðum óskað eftir að vera aðilar að. Íslenska þjóðin hafði bara óskað eftir því með lögmætum ákvörðunum. Það var okkur að neita þeim að fá þjóðaratkvæðagreiðslu. Þið þorðuðu ekki að láta málið fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Með lögmætum aðgerðum og það sem ég er að segja, ef við eigum að standa einir og sér Íslendingar í þessu ólgusjó alþjóða stjórnmála sem er í dag, þá verðum við að hlíta reglum og boðum og bönnum þess sterkasta. Og þá er það bara lögmál frumskógarins. Ísland mun ekki stjórna því eftir hvaða reglum er farið. Almenningur í heiminum mun gera það sem við erum að gera ef við sækjum inn í Evrópusambandið, það er að fá skjól til þess að sameiginlegar leikreglur gildi og við megum ekki gleyma því að Evrópusambandið er ekki bara samstarf markaðsmál, það er samstarf félagslegt öryggi, neytendavernd, það er einhver svona, ég hef nú stundum sagt að það er stærsta kauffélag í Evrópu, þetta er samvinnustefna, þetta er miðjupólitík og þess vegna hafa flokkar lengst til vinstri. Nú gerist þú gaman saman. Nei, ég er nefnilega ekki að gera gaman saman, sko. Flokkar lengst til vinstri og lengst til hægri eru mest á móti Evrópusambandinu og af hverju skildi það vera? Það er af því að markaðsöflin fá ekki að leika lausum hala og það er annars vegar og það er vegna þess að það er samstarf félagslegt öryggi og neytendavernd. Þess vegna eru flokkarnir lengst til hægri og vinstri á móti og þetta er svona samstarf
á miðju og jafnvægi milli þessara höfuð þátta í pólitík flestra landa. Jafnvægi í Evrópusambandinu. Og þetta sannarlega sko samvinnu hugsun. Ég má spyrja út frá jafnvæginu í Evrópusambandinu og þú hefur lagt mikið áherslu á svona gildi og svona og það ekki þannig að Evrópa hafi einn hug, það langt í frá og það eru deilur inn í öllum löndum og þú varst að tala svona stefnubreytingu Bandaríkjanna og hvernig þau beita sér og þau beita sér meðal annars í bara pólitík inn í Evrópu og að þau styðja tiltekna flokka sem eru þarna íst til hægri á þínu mælikvarða. Og það ekkert séð hverju verða svona örlög pólitíkurinnar í Evrópu. Og rússar styðja sá flokka líka. Nákvæmlega sömu flokkana, þannig að þeir eru pólitískir bandamenn. Rússar og bandaríkjamenn mætast þar. Algjörlega og við getum bara fundið þessa flokka í Evrópu sem að bæði Trump og Putin eru elskir að. Við erum líka að horfa sem að Ögmundur benti á að það samþykkt að verja 5% landsframleiðslu í varnir og hernað. Það er að vísu samþykkt innan NATO. Já, en það stærsti hluti Evrópusambandsins gengist undir það nema kannski Spánverjarnir með eitthvað fílusvip. Þetta mun leiða til mikilla breytinga í Evrópu. Þetta mun veikja Evrópu í því að viðhalda svona grunnkerfum samfélagsins, félagslegu kerfunum og öðru slíku. Þetta mikið álag. Það ekki efnaðslegur uppgangur í Evrópu. Þannig að Evrópa sem verður kannski til á næstu 10-15 árum kannski mjög ólík þeirri Evrópu sem var síðastlum 10-15 árum. Óttast ekkert það að þróunin í Evrópu fjarlægist það sem að þú vilt elda sem góð gildi, að Evrópa sé bara þveröfur í leið. Nei, ég sammálaði því að ég held að Evrópa eins og bara allur heimurum muni breytast á næstu 10-15 árum. En varðandi þetta þá hefur tvennt gerst. Annars vegar innrás Rússa í Úkraínu sem bara bein ögrun við eitt af fullvalda ríkjum álfunnar og hins vegar svo afstaða Bandaríkjanna að vilja ekki lengur borga varnarkosta Evrópulandana. Í raun ekki verið að tala að draga úr. Ekki að auka varnir. Meira það má ég að draga þar ályktun að Bandaríkjamenn ætla ekki að verja önnur lönd í NATO nema að fá borga fyrir það. Já, það er alveg, það er svona blasir við sko. Það sem ég ætlaði bara að segja það, ég held að það sé ekki verið að auka hervarnir Evrópu. Það hefur verið að flytja þann kostnað af hervörnum Evrópu sem Bandaríkin hafa borið yfir á þjóðirnar sjálfar og það mun taka talsverðan tíma og því miður, ég vildi mjög gjarnan sjá meiri afvopnun og minni þörf fyrir vopn og ég held að það myndi allir kjósa. En svo ógn sem Evrópu stafar af innrás Rússa í Úkraínu og þessi ákvörðun Bandaríkjanna að draga sig tilbaka kallar á það að varnir Evrópu séu betur tryggðar. Ég held að Evrópa muni ráða við það án þess að skerða velferðarkerfið og það er stórt og mikið verkefni sem þarf að takast á við en ég held að kjósendur í Evrópu munu líka veita ríkisstjórnum aðhaldi þessu efni þannig að þetta mun ekki ganga hraðar en svo að við munum verja okkar velferðarkerfi en það er líka fróðlegt að bera þetta saman vegna þess að menn eru stundum að segja að hefur verið meiri og hraðari hagvöxtur í Bandaríkjunum í Evrópu sem að sömuleyti er rétt en kjarni málsins er sá að almenn velsæld fólks í Evrópu er miklu meira en í Bandaríkjunum. Millistéttin í Bandaríkjunum hefur setið algjörlega eftir en vegna samvinnu hugsjónar og vegna þessara blönduðu stefnu markaðskerfis og velferðarkerfis hefur millistéttin í Evrópu henni hefur vaxið ásmegin og ég hugsa að enginn
sem talar fyrir millistéttin í Evrópu vildi skipta á þeim aðstæðum sem millistéttin í Ameríku hefur, af því að þar hefur ójafnvægið og mismununin aukist og þetta einn af eða svona sá stóri árangur sem samstarf Evrópuþjóðanna hefur skilað og ég held að Evrópa muni takast á við þetta verkefni sem þú segir og geta haldið þessu jafnvægi á milli frjálsmarkaðar og velferðarkerfis. Þú ert ekki jafn bjartsýnn á þróun Evrópu? Ég skal trúa ykkur fyrir einu. Mér fannst þetta ekki sérstaklega góð ræða. Ég átti ekki vona því. En það sem að ég vildi segja þetta, sko fyrst upplegið, það eru harðlínu hægri og harðlínu vinstri sem að Putin og Trump eru hrifin af og síðan sé það hinn hófsama miðja, yfirvegaða miðja sem að Þorsteinn Pálsson og Þorgerður Katrín og þau öllur inn á. Ég væntanlega á einhverjum kanti þarna. Mér finnst ég ekki vera neitt öfgamaður að vilja verja velferðarkerfin, vilja stuðulega að friði og svo framvegis. Og þegar ég horfi til þessara miðju, Mette Frederiksen í Danmörku, Kaja Kallas, talsmaður Evrópusambandsins í utanríkismálum, Starmer í Bretlandi, Macron, þessar þjóðir sem hafa verið að senda vopn til manndrápa á Gaza-svæðinu, Stoltenberg fyrir núna ráðherra í Noregi, framkvæmdastjóri NATO sem hélt ræðu hjá Heritage Foundation byrjun árs 2023 og sagði þetta væri Evrópa góðu business fyrir ykkur hér í vopnaiðnaðinum. Sko mér finnst þetta ekki vera einn hófsöm öfl, alls ekki. Og ég skal segja ykkur það að ég var ekki alls fyrir löngu á ráðstöfnu í Brussel, þar sem sama voru komnir ýmsir aðilar að ræða framtíð Kúrda og möguleika á að koma á friði þar því að þeir hafa núna farið út á þá braut að vilja leggja niður vopn, rétt út höndina og segja við skulum reyna semja frið, leysa mál án vopna og vígbúnaðar. Á þessum fundu hafðu staðið upp fulltrúar frá Norðurlöndunum og Evrópusambandinu og hvatt til aukinnar vígvæðingar. Kúrdarnir stóðu allir upp, eða margir hverjir, það voru sérstaklega konur sem þarna tóku til máls og sögðu, heyrðu, ekki komið nóg að þessu tali? Og þegar að núna dæmið sett þannig út að við séum að verjast Rússum og það sé leiðin að fjölga vopnum eins nærriðum og mögulegt og Úkraínumenn að ráða því að þeir vilja verið í NATO og komið vígbúnaði þar. þá enginn að ráða þessu sjálfur. Ef við vildum setja upp sjálfstætt, ef við vildum setja upp kjarnorkuvopn hér, það kemur öllum við. Og þannig hugsuðu menn þegar að í lok kalda stríðsins, þegar að Sovétríkin... Af hverju má fullvalda þjóð ekki ákveða í hvaða samtökum hún er? Vegna þess að þegar að Rússarnir vildu setja upp kjarnorkuflaugar á Kúbu, eða þjóðverjarnir nasistarnir vildu setja upp stöðvar í Mexíkó, þá fannst öllum það réttilega, það koma öllum við, vegna þess að friðurinn í heimi, vígvætum heimi með kjarnorkuvopn, hann kemur okkur öllum við. Úkraína hafiði bara óvart afsalað sér kjarnorkuvopnum til Rússa. Nú komum við að mér að byrja staðins yfir þér, að grípa fram eins og ég gerði það á hann gagvart þér, fyrir ekki það. Það sem ég vildi segja það, að þetta er svo einföld og einfölduð sögurskoðun. Þegar að talaður innrás Rússa 2022, ekki satt? Það byrjaði nú miklu fyrir. Miklu fyrir, akkurat. En hið staðlaða orðalag the unprovoked Russian invasion, unprovoked, sem byrjaði þarna. Þetta byrjaði náttúrulega miklu fyrir. Þetta byrjaði með byltingunni þegar stjórnin var sett af í Maiden byltingunni, stjórnarbyltingunni, og svo náttúrulega í Donbass löngu áður. Og fyrir þann tíma þá sammæltist austur og vestur það að færa vopnin hvert frá öðru. Það var hugsunin. Að NATO kæmi ekki nær Rússlandi en það var það. Not an inch towards Russia, sagði Baker, utanríkisráðherra Bandaríkjanna þá. Svona töluðu menn þá. Kissinger, Gorbatsov, allt þetta fólk.
og það var allt annar andi þarna uppi, andi þarna, sem sagt að draga úr vígbúnaði. Hergagnaðurinn var óskaplega óanægður með þetta og hann náði síðan undir tökunum að nýju og með þetta lið allt eins og dúkkur og stýrir þeim öllum inn í vígbúnaðar kapphlaup. Og ég að segja, þegar Þorsteinn, þú segir Þorsteinn að við eigum ekki annar að kosta völ eða bestu kostu fyrir okkur að halla okkur upp að einhverjum herraveldum stórum, ég segi nei. Ég segi bara heimsbyggðin þarf og almenningur þarf að halla sér, hver maður hallir sér upp að hinum, almenningur, og reynum að taka völdin af þessum brjálaðingum sem að stýra okkur inn í þessa ógæfu og inn í þessi öngstræti. Og núna þegar við stöndum frammi fyrir því að Evrópusambandið ætlar að fara að skræla velferðarkerfin til þess að geta keypt meiri vopn af hergagnaframleiðendum, þá segi ég, heyrðu, nú bara komið að því að við hefjum friðarhreyfinguna nýju til vegs. Förum að hugsa á annan veg og ég hvet alla landsmenn til að fletta upp í þingtíðindum og lesa þingmál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra stefnu í varnarmálum Íslands. Það er hrollvekja. Ég bara tek alveg innilega undir það. Það sé hrollvekja? Nei, að Íslendingar eigi að lesa þessa ályktun sem er nú breið samstaða á bak við. Ég held að það sé bara miðflokkurinn sem er á móti. En það sem þú ert að tala hér, að Úkraína sem fullvalda ríki eigi ekki að ráða því hvort að það gengur í NATO eða ekki. Nei. Og þú varst að segja það. Ég er að segja það. Já. En gildi það líka Ísland á alþjóðasamfélagið að ráða því hvort að við erum í NATO eða ekki, eða eigum við að ráða því sjálf? Ég hefði helst viljað. Viltu á alþjóðasamfélagið ráða því? Ég hefði viljað að við hefði fengið að kjósa það 1949. Og líkum við sem að þið neitið okkur. En Þorsteinn, er það ekki þannig að Íslendingar hefði ekki fengið að ganga í Varsjárbandalagið? Má ég bara klára að svara þessu? Má ég bara klára að svara þessu? Það er að pakka mig inn, já. Nei, ég er ekki að reyna það. Ég er bara að reyna að skilja það sem þú segir. Að þú vilt að alþjóðasamfélagi ráði því að Úkraína gangi ekki í Evrópusambandið, í NATO eða fái það. En þú vilt að Íslendingar ráði sjálfur hvort við erum í NATO eða ekki. Þannig að það er ekki sama, þú ert ekki með sömu afstöðu þegar þú ert að tala Úkraínu og Ísland. Ég er þeirra skoðun að fullvalda ríki bara hvað sem þau eru eiga að hafa sama samstæði. En býttu nú við, verður nú hægur. Það sem að ég er að vísa til eru aðstæður. Ég er að horfa inn í veruleika heimsins sem að menn horfðu til þegar að Sovjetríkin gömlu voru að liðast í sundur og Bandaríkin, Þýskaland hafði sameinast og menn verið að horfa fram á nýja tíð. Getum við nota þetta til þess að byggja og styrkja friðinn? Ég er að horfa til þess. Og alveg eins og menn horfðu til Kúbu á sínu tíma, menn horfðu til Mexíkó á nasisti tímanum, að menn eru að horfa náttúrulega inn í raunveruleika og hvað er það sem er líklegt til að stuðla að friðsamlegri sambúð fyrir okkur öll. Og talandi Sameinuðu þjóðirnar, og ég held að það séu við sammála að þær beri að efla og styrkja, sem að Bandaríkin, sem að Evrópusambandið, því miður sem stofnun, þau eru að færa sig inn á þá braut líka, eru að eyðileggja okkur af undan. Stórveldin hafa reyndar gert það öllum stundum. Rússarnir, Kínverjarnir, þeir viðurkenna ekki alþjóða glæpastólinn svo dæmið sér tekið þangað til að kemur að því að dæma andstæðingar þeirra. Þorsteinn, má ég spyrja eitt af því að þetta er fest yfir í öryggismál. Stuttu eftir innrás Rússa þá var talað að NATO hefði aldrei verið sterkara og aldrei samheldnara. Það hefur ekki verið þróunin. Þetta hefur eiginlega ýtt undir það að Bandaríkjamenn eru að draga sig út úr Evrópu. Heldur að verði ekki svona grundvalda breyting á NATO bara er þegar orðin. Það er ósamstæða milli Bandaríkjanna og Evrópu og þú talar að Úkraínumenn megi gangi í NATO eða vilja, það er bara ekki þannig. Bandaríkjamenn segja nei, þá
gengur Úkraína ekki inn í NATO og Bandaríkjamenn hafa sagt nei, Trump hefur sagt að það var ekki til greina. Já, þarna náttúrulega sko tvo hluta ræða. Annars finnst mér að Úkraína eigi rétt á því að hvort að landið sækir aðild að NATO eða ekki, en svo hefur NATO þetta sjálfstæðan rétt til þess að taka inn. Nú að það sé eitt ríki, tala ekki með að vera Bandaríkin. Það er neitunarvald þar, en þú spurðir NATO. Já. Sérðu að Evrópusambandið einhvern veginn verði burðarstólpinn í NATO í staðinn fyrir Bandaríkin? Nei, ég sé ekki fyrir mér að NATO leggist af, en ég held að það sé alveg rétt sem þú segir að það hefur breyst mikið og ríkisstjórn Bandaríkjanna, hún hefur með yfirlýsingum dregið úr trúverðurleika 5. greinar sáttmálans það að árás á eitt ríki sé árás á þau öll og það fer eftir því hvað menn bara borga sko, hvort að hún er í gildi og menn mega heldur ekki gleyma því að önnur grein Atlantshafssáttmálans gengur út á efnahagslega samvinnu aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og hún hefur meðal annars byrst í EFTA og Evrópusambandinu og svo í gagnkvæmum efnahagslegum samskiptum Evrópu og Bandaríkjanna. Núna eru Bandaríkjamenn líka að ganga gegn þessu grundvallar atriði Atlantshafssáttmálans sem er efnahagsleg samvinna, þeir eru í efnahagslegu stríði. Þannig að ég held að það sé óhjákvæmilegt að NATO taki einhverjum breytingum sem Evrópusambandið núna sagði að gera og reynda við hófum umræðin á því. En NATO hefur nú verið að biðja Evrópusambandið að taka yfir ákveðin verkefni og til að mynda þessar sem við kallum fjölþátta ógnir að beinleinis sko að ósk NATO hefur Evrópusambandið tekið meira yfir af því samstarfi sem við sjáum kannski ekki fyrir í dag hvernig munu þróast á næstu árum en er afskaplega mikilvægt fyrir Íslanda því ég held að okkur standi meiri ógn af þess konar árásum eða heldur en beinlínis eins og menn hugsaðu gamla daga kemur bara herskip og fallbyssur sko. Þannig að við þurfum að hugsa fyrir þessu og þannig að Þorsteinn, má ég spyrja með því ég ætla bara rétt að klára svarunum að ég held að NATO haldi áfram en Evrópusambandið muni taka yfir ýmis konar varnartengda starfsemi og ekki síst þá sem skiptir okkur mestu máli. Er ekki svolítið svona umhugsunarvert að eitt af því sem að menn vilja gera er að horfa til dæmis til samstarfs í tölvumálum, interneti og svo framvegis og þetta voru menn að segja á sama tíma og upplýst var að þeir leruðu Angelu Merkel, kanslara Þýskalands. Þegar upplýst var að Svíar voru aðstoða Bandaríkjamenn við að njósna bandamenn sína í Brussel. Það er alveg nákvæmlega sama hvað þetta lið gerir sem að stýrir þessum hópi, sem að stýrir NATO og sem stýrir Evrópusambandinu. Og þó að þeir séu með eitthvað svona smá orðagjálfur öðru hvoru, þá er þetta svoleiðis að þeir líða alveg eins og róa fylgir hundi. Allar svona öflugustu þjóðirnar hafa sínar leyniþjónustur auðvitað. Þeir bara klappa fyrir þessu öllu, alveg saman hvað gerist. Já, ég meina þetta er bara done thing. Það er bara hluti af veruleikanum í dag að menn þurfa að þetta er bara veruleiki sem fólk bara sætti sig ekkert við og á ekki að sætta sig við. Og það getur skipt heilmiklu máli til þess að koma í veg fyrir að aðrir geti ógnað bæði okkar lífsafkomu og annara og þessar fjölþátta ógnir sem beinast gegn innviðum. Við erum með sæsímastrengi sem eru við erum með tölvukerfi sem okkar innviðir ganga fyrir og við þurfum auðvitað
gæta að þessu. Við höfum ekki afl til að gera það ein og þurfum að gera það í samvinnu við aðrar þjóðir. Þarna eru þjóðir sem virða sömu lýðræðislegu gildi og við og við eigum að kappkosta að vera í samstarfi með þeim. Má ég bakka aðeins yfir í efnahagsmálin aftur? Nú verður líklega hlýtur að fara að byrja svona alvarleg umræða, kannski var þetta svona þjófstart eingöngu í Evrópusambandið, af því að það verður þjóðaratkvæðagreiðsla líklega svona eftir svona 1,5 ár í síðasta lagi. Mann finnst svona viðhorfin, þú talar að við hefum verið betur sett að við hefum ekki skrifað undir, ég veit ekki hvort þú viljir rifta EES-samningnum. Stundum finnst manni til þess málflutningu miðflokksins vera það að þeir eru raunverulega móti EES-samningnum, þeir eru móti frjálsum flutningum fólks á milli landa, en það bara einhvern veginn þannig að samningurinn hefur einhvern veginn þá stöðu að það eru bara svona hugaði menn eins og Ögmundur sem að þora andmælunum, að málflutningu miðflokksins eiginlega, þeir vilja eiginlega ganga tilbaka. Sjálfstæðisflokkurinn líklega vill staldra bara við samningin eins og hann og líklega Framsóknarflokkurinn líka. Viðreisn og Samfylkingin vilja ganga í Evrópusambandið. Hvernig sjáum við ykkur fyrir þessa svona umræðu að hún verði þannig að við séum að endurskoða öll samskipti okkar, líka varnarsamning, varnarmálum við Evrópu, eða að er þetta bara svona einföld spurning, erum við betur sett inni eða úti? Sko, þetta er stór spurning. Í fyrsta lagi þá eru menn stundum að tala fullveldi Íslands. Ég horfi ekki einvörðungu á það, heldur hitt, hvort að við viljum tryggja fullveldi Brussel, fullveldi Evrópusambandsins yfir okkar málefni. Það er að snúa því þannig við. Sko, varðandi EES-samningin, þá er tvennt sem hefur haft áhrif á mína afstöðu. Annars vegar hef ég gert mig grein fyrir því að ég hef verið í minnihluta, með minnihlutasjónarmið hvað þetta snertir, enn sem komið er. Ég held að þetta í allt þetta er að geta snúist, en þannig hefur það verið. Og hitt er líka annað mál að það er eitt að ganga ekki inn í samkomulag og annað að segja sig frá því. Það er stórtækari ákvörðun að fara út en að fara ekki inn, ef þið skiljið hvað er að fara. Og þannig að ég hefði kosið að við hefðum gert frekar tvíhliða samninga við Evrópusambandið og eins og önnur bara viðskiptaríki okkar og samninga á öllum sviðum. Ég meina við fórum og leituðum okkur menntunar í Evrópu og samskipti mikil og ég vil sem allra mest og ber samskipti við Evrópu. Má það skjóta inn myndur þá vilja við með Norðmönnum myndum hefja viðræður endurskoðun á EES-samningnum. Það sem hefði reynst illa við myndum geta hendi. Mér finnst það mjög góðu kostur, já. Mér finnst það góðu kostur en ég er bara að reyna að skýra hvers vegna ég hef ekki hamast á þessari kröfu sem væri mér mest að skapi sko, að fara þarna út. Ég myndi helst vilja það, því að þetta er að mínu mati búið að valda gríðarlegu tjóni á okkar samfélagi og tjónið felst í því að við erum að sundra innmitt okkur sem samfélagi og gera okkur ókleift að til dæmis markaðsvæðing raforkunar sem við rákum hérna undir einum hatti. Svo bara nýlegt dæmi sé tekið að það er sko það sem hefur gerst alveg frá miðjum 10. áratugnum á alþjóðavísu gegnum alþjóðaviðskiptastofnunina og svo gegnum Evrópusambandið er að kröfunum markaðsvæðingu hefur beint inn í samfélögin. Áður var það á milli samfélaga, milli ríkja, tollasamningar og svo framvegis. Inn í samfélögin hefur krafan gengið og ákafast af hálfu Evrópusambandsins og ég tel að þetta hafi skaðað okkar þjóðfélag alveg gríðarlega. En ég vil í fyrsta lagi fyrirbyggja að við göngum lengra inn vegna þess að varðandi mál eins og þessi brot á okkur, við varum ekki að ræða þau ef við værum innan Evrópusambandsins, það bara kemur skipunin og það vaðið yfir allt og alla. Við varum innan tollamúra. Já, og við skulum bara gleyma þá stjórnarskráni og öllu slíku, sko, bara sópa, það var í fullveldi ESB. Við skulum ræða það frekar en fullveldi Íslands, fullveldi ESB yfir okkar málefnum, þannig líti ég á það.
Þannig að ég held að til að fyrirbyggja svona meiri skaða að þá hljótum við að bara fólk sem að vill efla okkur sem samfélag standi gegn þessum tilraunum til að tróða okkur inn í Evrópusambandi. Ég vona okkur tækist það sameinast það. Og það er það sama hvað þú lítur á það, hvort þú lítur á það sem efnahagsmálin, krafa markaðsvæðingu eða bara þessa hryllilegu undirgefni sem við erum að sjá núna birtast eins og í varnarmála stefnu íslensku ríkisstjórnar. Þetta er hryllilegt að horfa til þess. Það er nú þverpólitísk samstæða, bara einn flokkur sem er á móti. Flokkur, ég hugsa ekki flokkur. Hugsaði bara í almenningi. En ég held að það sé rétt skilgreining hjá þér að ég skil Miðflokkinn með þessum hætti að hann vill í raun og veru slíta samningnum og hann talar gegn honum og talar gegn honum og ég held að það sé já, ég skynja það að Rúmundur á samleið með þeim í því en það breytir ekki minni skoðun að ég held að og sé engin vafi að samningurinn hefur lyft lífskjörum í landinu en ekki bara það, hann hefur tryggt margs konar réttindi neytenda og á markanum. Hefðu við ekki getað gert það sjálf? Jú. Menn er alltaf að tala með því verkalýðshreyfingunni líka, þetta hefur verið svo mikið réttindi, það er bara rugl og vitleysa. Þetta er mjög algengt að mann segja að við getum gert þetta sjálf. Ég ætla bara að segja það. Ef við stæðum algjörlega fyrir auðvitað hann markað og ætlaðum að selja til þessara 27 ríkja sem er í Evrópusambandinu og það væri ekkit Evrópusamband, bara hvert ríki væri með sína reglur. Öll viðskipti eru svo miklu flóknari. Við myndum setja okkar eigin reglur, aðrir myndum setja sína reglur og ef við ætlum að selja þangað þá verður til Danmerkur, þá þurfum við að fara til dönsku reglum, ef við ætlum að setja til Frakklands þurfum við að framleiða til frönskum reglum. Það var nákvæmlega þetta sem Bretar uppkvötuðu þegar þeir gengu úr Evrópusambandinu. Þeir sögðu við ætlum að setja reglunar, við getum sett reglunar. Svo þegar þeir ætluðu að fara að flytja út þá urðu þeir að setja sína reglur í samræmi við reglur Evrópusambandsins. Þeim voru verulega mikil takmörk sett að gera viðskiptasamning við Bandaríkin vegna þess að þá stönguðust þessar samkeppnisreglur, heilbrigðisreglur á. Þannig að til þess að auðvelda viðskipti er svona samstarf gríðarlega mikilvægt og sérstaklega fyrir smáþjóðir og til þess að verja hagsmuni neytenda og tryggja félagslegt öryggi er samstarf af þessu tagi algjörlega bráðnauðsynlegt og þess vegna það er margs konar réttindi sem hafa komið hingað með reglum Evrópusambandsins og af því að þú varst að tala um fullveldi þá er það bara þannig að fullveldi þjóða byggir á því að aðrar þjóðir viðurkenni það. Og þú vilt viðurkenna fullveldi Evrópusambandsins? Ég vil það ekki, yfir okkar málefnum. Evrópusambandið er ekki þjóð, það er bandalag þjóða sem hafa komið sér saman að setja sameiginlegar leikreglur og við deilum hluta af okkar fullveldi með þessum þjóðum til þess að tryggja okkar rétt og við styrkjum þar með fullveldi okkar með því að ná fram sameiginlegum leikreglum, tryggja að Íslendingar eiga alla Evrópu fyrir heimamarkað og að tryggja að okkar launafólk njóti sambærilegrar neytendaverndar og sambærilegs félagslegs öryggis og ég tel að það sé bara skynsamlegt að leggja nokkuð á mörkum til þess að ná þessum árangri og það styrki fullveldið.
Já, en þið verður aldrei sammála. Þið verður aldrei sammála. En býtu, má ég aðeins koma inn með þetta? Varðandi... Við törum samt að fara að hætta. Já, alveg. Hérna, miklu félagslegu réttindi verkafólks sem verður að skáka á milli landa á lágum launum og við afar kjör og hinn félagslegu réttindi er náttúrulega eiga húsnæði, aðkoma húsnæði, heilbrigðiskerfi, innviðum samfélag. Þetta er mikilvægastu félagslegu réttindi. Þetta fólk nýtur þeirra ekki. Það gerir það ekki. Síðan er hitt með samskipti þjóða í milli, verslun og viðskipti og samræmingu í verslun og viðskipti. Ég er ekki á móti því. Þetta var að hluta til það sem að EFTA-ríkin voru að gera á sínu tíma frá 1960 og við gengum þar inn 1970 áratug síðar og það var ýmislegt þar í þessari stöðlun sem átti sér stað. Það verður hins vegar breyting á þessu og þetta er sem sagt til að auðvelda viðskipti á milli landa, bankum og svo framvegis. Það sem breytist er krafan skipulagsbreytingar á samfélaginu í átt til markaðsvæðingar. Það er sá veruleiki sem við stöndum frammi fyrir, ekki hitt hvort það eru samræmdar einhverjar reglur tolla og viðskipti og svo framvegis. Og síðan þetta allar þjóðirnar. Og ég tala fullveldi ESB, allar þjóðirnar. Hvernig skyldu þær hafa samið, allar þessar þjóðir, einhverja mikilvægastu samninga sem hafa verið á borðum síðustu 20-30 árin á vegum alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Hverjir skyldu hafa samið það fyrir hönd allra þjóðan í Evrópusambandinu? Það var einn aðili. Einn. Og síðan allar viðræðurnar voru leynilegar. Og enginn fekk að vita neitt. Svo voru að ljóstra þessu upp. Annað veifið, Guardian gerði það 2002 þegar að upplýstar að þau voru að bjóða að markaðsvæða vatnið, Evrópusambandið, alveg án samráðs við allar þjóðirnar. Það er þetta sem ég á við því að tala eininguna ESB, fullvalda ESB sem vil ráða einu og öllu yfir öllum þessum þjóðum. Í þessu tilviki er Evrópusambandið tollabandalag og það er styrkur Evrópusambandsins að semja sameiginlega og það er ástæðan fyrir því að Bandaríkjastjórn vill leysa Evrópusambandið upp að hún vill ekki semja við öflugt bandalag, hún vil kljúa þjóðirna niður og semja við veikari þjóðir og það er einmitt þetta sem gerir það verkum að það er alveg augljóst að það er hagstæðara fyrir okkur að vera aðilar að tollabandalagi þegar að málum er svo komið að það er heimstyrjöldum tolla. Þá er betra að vera í samstarfi með þeim sem vilja frjálsviðskipti og eru tilbúin að verja þá stöðu sameiginlega með okkur. En líkur þessu þegar kemur nýr forseti í Bandaríkjunum? Því miður held ég að því ljúki ekki. Það verða örugglega talsvert miklar breytingar en maður sér að demókratar eru ekki að ráðast gegn tollastefnunni. Ég hlustaði á viðtal Trumps þegar hann bauð nýja borgarstjóran velkomin í nýja borgarstjóran í New York. Þá var hann einmitt að hæla Sanders fyrir það að vera á sínu bandi í tollamálum. Þannig að það mun ýmislegt breytast og það verður ekki jafn neikvæð afstaða gagnvart fullveldi ríkja. Ég held að krafan innlima Kanada og Grænland muni hugsanlega víkja en ég óttast að þessi viðskiptastefna að hún muni halda áfram. Ég held að við ekki að hafa það að leiðarljósi að velja skásta hrekkjusvínið til að vera með. Við höfum að reyna að stuðla að gerbreyttri heimsmynd og það gerist ekki nema með því móti að almenningur rísi upp gegn þessum öflum. Ég held að við höfum bara standa með þeim sem standa næst okkar hugsjónum. Og hver eru það? Er það Merkel og Macron og það eru þjóðirnar í Evrópu, já. Nei, það er þjóðirnar í Evrópu, en ekki valdaklíkunar. Já, það eru þjóðirnar í Evrópu sem velja sér í frjálsum kosningum forystumenn. Hefur ekki að skrúa fyrir núna? Jú. Þetta var alveg frábært. Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson. Takk ykkur mikið vel fyrir komuna. Takk.
Og svo ætlum við bræður að spjalla þessu eftir. Já, velkomin aftur, við sittum hérna eftir bræðurnir, gestirnir eru farnir, við ræddum hérna stórmál, Evrópusambandið lengi við Þorstein Pálsson og Ögmund Jónasson og svo ræddum við líka ansi stórmál hérna í fyrirhelmingnum, Úkraínu og Evrópu að eitthvað leyti og húsnæðismál. Þannig að við vorum ekki mikið að fara svona yfir stöðuna á flokkonum og öðru slíku. Nei, ekki, þetta voru fá mál í sjálfu sér en voru rætt af fólki með mikla þekkingu. Já, þetta eru líka stór og eins og staðan í Úkraínu núna er náttúrulega ansi hreint snúin og sérstök og svo Evrópumálin við nú stundum verið að ræða það. Hvernig við ættum eiginlega að fjalla það að það hlýta að fara að koma á dagskrá því að það stendur til að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er nú góður upptaktur í það. Og það kveikti svolítið í umræðinu núna í vikunni. Já, við þá sem voru með þetta var aldeilis flottur upptaktur, alvöru menn, fastir á sínu skoðunum. Já, ég var að segja við að þeir ætti að skemmta á þorrablótum. Góða að tala Evrópumál í skemmti eða í saumaklúbbum. Nei, þetta var mjög gaman. Þannig að við ræddum ekki mikið kannski sem að var hún vakti athygli könnun maskinu. Það sem að miðflokkurinn mældist ívið stærri heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Ég heyrði það endurtekið eiginlega alla vikuna að þetta hefði ekki gerst áður. En ég endurtók það hérna nokkur sinnum. Þú ekki að leiðrétta þetta. Það er og ég reynda að hafi fyrir því að segja frá því að þetta hafi verið fyrir ári síðan og þá hafi þetta gerst mánuðinum á undan og mánuðinum þar á undan og gerist líka svo langt inn í nóvember. Þannig að þetta var eiginlega 3,5 mánuð í fyrra var þetta ástandið að miðflokkurinn mældist hærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Hjá maskinu. Já, og líka, ég gerði líka hjá Gallup. Ég var svolítið hugsið yfir þetta, hvað er bara minnisglöp í samfélaginu. Já. Ég heyrði menn fullir þetta aftur og aftur í fréttaingöngum, í spjallþáttum og eitthvað fleira. Það var enginn sem að leiðrétta þetta. Nei. Þú reyndir? Ég reyndi það, en ég bara fór að velta fyrir mig hvort að því að við erum oft talað að við lifum á svona tímum svona valkvæðs sannleika eins og var einhvern veginn kallað og fake news og þú veist og það bara mér megilega ráðað í hver er raunveruleikinn. Kannski erum við bara í þeim tíma það er öllum sama hvernig það er. Stundum finnst mér umræðan útlendingamál vera þannig. Það er verið að lýsa hérna einhverju allt annari svona blöndun landsmanna heldur en það er.
vera að lýsa við sömu stöð og í Svíþjóð, þó svo að kannski dæmið sýrlendingum að þeir væru sko 10 sinnum fleiri hér eða væru jafnmargir og í Svíþjóð, sama með fólk frá Íran eða Írak eða Palestínu eða hvað sem en þannig að bara grípið eitthvað að haldið því það bara. Já, mér finnst það og það bara allir einhver sem kemur fram og heldur sér fram hver líf í sínum heimi. Já, og svo bara ekki sem andmælir. Þá þetta er bara hans skoðun. Já, það er svo hættulegt sko. Ég held að við séum eða einhver málsmetandi maður heldur einhverju fram sem tóma rangindi og ekki sem að fer upp á mótunum. Það má bara halda því fram. Það bara þróast það. Já, ég held að við séum þetta. Já. Þannig að við séum á svona einn populísku stjórnmál, þar sem gaspur stjórnmálin, að við séum komin inn í þau. Og þá kannski vinnur mesti gasparinn, kannski er það Donald Trump, kannski bara dæmi það. En ég veit það svo sem ekki. Hann er heimsmeistari í því. Já, og það eru margir sem vilja leika hans leik. Nigel Farage gengur það vel í Bretlandi, hann mælist með 33% fylgi. Já, en sko, sá sem eins og Donald Trump, sko, hann er sko uppfullur af sjálfsálfræði og sjálfströsti. Hann er aðeins minna núna síðustu viku. Já, reyndar, er aðeins búið að binda niður í stólinn. Það er smá loft farið úr honum. Já, og vaxandi ósætti í Bandaríkjunum með hann. Það kom mjög illa út úr þessu Epstein-skjalamáli. Já. Það sem hann neittur til að, eða ekki? Já, flokkurinn snýrist gegn honum. Fyrst voru ykkur 8 þingmenn og þá sá hann sangs sína útbreyta og hvatti þá til þess að greiða atkvæði með þessu. Já. En það er mikill kurrin í svo kallari makarhefingu sem er nú svona hálfgerð amaba sem erfitt átt að segja á því, svona hálfu höfuðlaus margir sem gera tilkall til þess að vera þar power. Manni virðist að hafi grafist svolítið undan honum, merki það þóttist fólk sjá þegar að Mamdani kom í heimsókn, að þá var Trump bara eins og bráðismjör. Já, eitthvað sagði það hefði verið svona hundur sem hefði velt sér á baki til þess að láta klóra sér á maganum en ég veit ekki. En þess vegna kom kannski þessi leki, byrjaði þessi leki þessa 28 punkta, kom það svolítið óvart því það er svolítið mjög ákveðið skref sem hann er að stíga og eiginlega gegn vilja allra stjórnvalda í Evrópu nema kannski í Ungverjalandi. Og er vanséð að sjá hvernig mun enda en ég menna hann virðist stíga þarna fram og segja við Úkraínumenn að ef að þið gangist ekki við þessu svona meira og minna að þá munum við hætta allri hernaðaraðstoð það þýðir það að þeir mun ekki manna lengur svona eftirlit með drónaflugi og eiginlega loftvarnir og Úkraínu munu eiginlega bresta sko. Því að þetta það eru töluverður hópur bandaríska hermanna sem eru að stýra þessu. Og þótt að hafi ekki verið svona megi ekki vita þá er þetta eitthvað leiti þess að kalla þeir proxy war, það eru bandaríkjamenn sem eiginlega nota úkraínska hermenn í stríði við Rússland og hann ætlar að draga þetta tilbaka og ég hef aldrei getað séð að Evrópa getur stíð upp í það hafi verið að tala hér að mann getur kveikt upp ykkur hergagna framleiðslu, það var að tala þoturna sem er alltaf að kaupa af Svíum, það er afhendingaldi 2035 eða eitthvað sko og sama með frönsku þoturnar. Þannig að það kom mér óvart sko að því að hann var svo eitthvað aumur kallinn og augljóslega svona eitthvað slegin út af laginu alveg frá kosningunum þar sem við töpuðu eiginlega republikanaflokkur tapaði í landsþar. Og hann steig fram og eiginlega viðurkenndi það að þetta væri að einhver leyti afleiðing af lokun alríkisins að það hefur reynst republikunum illa sem er eiginlega þá... Já, en sko, forseti landsins sem er mjög valdamikill og mikið meira en við þekkjum, bara í okkar. Og hann er eiginlega búin að þingið bara í hægagangi, hann eiginlega stjórnar landinu með tilskipunum. Já, og það væri það hannig að til dæmis segjum bara, Kristrún Frostadóttir geti ætlast til þess að ríkissaksóknara hann tæki eitthvað forvera sinn
í embætti og hæfi rannsókn á hún. Það þannig, í Bandaríkjunum. Já, ég segi, hvað þetta klikkað, að valdamesti maðurinn og sá sem mest næður hann toppurinn, og hann getur þá bara fyrirskipa dómsvaldinu hér og þar til að slá vopn úr höndum andstæðinga sinna. Þetta náttúrulega klikka samfélag. Það svona dómsmálaráðherrar með tilskipun að rannsókn verði hafin á glæpum Sjálfstæðisflokksins. Já. Eða einhverja sjálfstæðismanna. Þetta þannig. Ef það væri, já. Þetta þannig kerfi. Já, þetta þannig kerfi, já. Vald, framkvæmdarvaldsins miklu meira heldur en hér. Já, það getur fyrirskipa dómsvaldinu. Þannig þetta ekki... Hann líka að leika sér að því að drepa fólk í Karíbahafinu, skjóta þar einhverja báta. Já, bara í tölvuleik. Ég náði 3 bátum, eitthvað svona, sko. Og svo þegar hann segir að þegar þingmenn demokrata stíga fram, allir fyrirverandi hermenn held ég sá myndband það sem þau koma fram og eru eiginlega að benda bandarískum hermennum á að það er fullkomlega löglegt að neita að framfylgja löglausri skipun í hernum. Þetta er ekki tilskipunum. Ekki að framfylgja tilskipunum. Ef þér sagt að fara og skjóta þennan bát, þá getur þú sagt nei. Það er brot á lögum. Það var bara hvað afleiðingar hefur það fyrir viðkomandi, sko. Það er það sem að þingmennirnir voru að reyna að hvetja hermenn til þess að hugsa og kannski frekar yfirmennina sem að stýra þessu. En þá kom Trump fram og sagði að ætti að kæra þessa menn fyrir landráð. Það sem hefur verið að fara gegn vilja æðsta yfirmanns hersins. Já. Og forseti Bandaríkjanna er líka æðsti yfirmaður hersins. Já, maður er rétt að segja það. Og það ætti bara að hengja þá. Þetta er ekki heimurinn ekki alltaf góðum höndum. En miðflokkurinn er á flugi, hann var meðal annars vildi hann að Trump fengi friðarverðlaun. Sigmundur vildi að við myndum bjóða Trump hingað og svona ráðum okkar með honum, hvernig verið framtíð Íslands. Heldur að ánægja Íslendinga með Trump sé svo mikil að það sé hluti af fylgisaukningu miðflokksins, ást og Trump? Ég er ekki dóm bara á það, en það eru fólk sem er mjög eindregið sammála Trump, sko. Reisturinn Morgunblaðsins til dæmis? Ja, til dæmis. Hann er reynlega með bara málgagn á Íslandi. Og þannig það ég veit ekki, sko. Það er nei, ég veit ekki. Það var Franco, það var 50 ár síðan hann dó í vikunni og þá tók ég í fréttatímanum okkar í könnun sem að El País hafði gert. Það sem að almenningur á Spáni var spurður hvort finnst þér duga betur lýðræði eða svona alræði. Svona í tilefni af því að vera 50 ár síðan að Franco tíminn leiðundur lok. Og það var nú held ég 17% sem að völdu alræði og svona nærri í svona 3/4 sem að völdu lýðræði, en meðal yngra fólks að þá var bara 2/3 sem að völdu lýðræði en 25% völdu alræðið. Þannig að svona kannski full gróft að segja að Trump sé alræðissinni, en hann er svolítið valdboðssinni, hann sækir svona afl í það að þjóðin hafi valið sig til að taka ákvarðanir og hann getur tekið ákvarðanir það hverjum er stemt eða hver er drepinn og hann telur að hann hafi eiginlega valdið. Það er jafnvel fólk á Spáni að yngri kynslóðin þar er svona 1 af hverjum 4 er á því að það verður eiginlega betra. Þeir eru búin að gefast upp á lýðræðinu. Já, þetta er ekki gott, sko. Nei. Og ég veist það sé, ég veit ekki, jú, kannski er þetta svipað víðar annars staðar. Það voru Ítalir kusu Meloni sem er í flokki sem að má svona rekja til fasistaflokks sem að Mussolini stofnaði eftir að Þjóðverjar fóru frá Ítalíu. Þannig að það er ekki svona gamli flokkurinn, það má rekja það.
Ég veit það ekki. Það er hérna Alternative for Deutschland vill eiginlega breyta stjórnarskrá Þýskalands til þess að sé hægt að beita svona ómannúðlegri aðgerðum. Að njóti ekki allir sama réttar, að innflytjendur hafi ekki sömu mannréttindi og aðrir. Þannig að kannski er þessi hugsun komin til Íslands, ég veit ekki. En hvernig metur þú af hverju er miðflokkurinn að eflast? Er það bara vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn er svo aumur? Já, sjálfstæðisflokkurinn er aumur og þessi forystu skipti þar hafa eitthvað mistekist. En svo held ég líka að þeir voru með flokksþingið eða hvað heitir og eitthvað varaformaður sem var mjög áberandi, Mælskur Snorri. Og hann var svona maður fjölmiðluna í ákveðin tíma sko. Og hvort hafi þá notið svona góðs að því, ég hugsa það sem allan að hluta af þessu. Og svo er það kannski ekki mikil breyting sem að vera kannski 3%, 4% sem er sveiflan sko. Þannig að það er ekki eins og allir sér að skipta skoðun á Íslandi. Nei. Þetta er svona meira áberandi af því að fara fram fyrir Sjálfstæðisflokkin. Þú sagðir að forystuskiptin hefði mistekist hjá Sjálfstæðisflokknum, en hefði skipt nokkru máli hver niðurstaðan hefði verið? Þetta er alltaf mistekist. Þetta er bara flokkur sem er klofin í herða niður, það sem að ólíka blokkir vilja bara ekki vinna saman. Og þetta er eiginlega algjörlega óvinnandi vegur fyrir Guðrúnu með klofið flokk í eiginlega flokknustu pólitísku stöðu sem að formaður Sjálfstæðisflokksins hefur staðið frammi fyrir, að reyna að láta flokkinn stækka með miðflokkinn öðrum megin og Viðreisn hinum megin. Og líka formannskjörið í flokknum var bara 50-50. Hún vann bara sjónamun og þá er það örlítið færri sem eru hinum megin sko. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf stært sig að því að þeir ráði við að vera með svona kosningar og hafa talað að þessi bara hluta kultúr flokksins, þess að séu oft hörð átökun í SUS og fleira, miklar blokkir þar og líka inn í Heimdalli og fleira, og þeir setja sér bara gott fyrir flokkinu vegna þess að flokkurinn hefur alltaf kunnað að hinga til að þegar kemur niðurstaða þá er flokkurinn heill á baku þann sem að vinnur. En það virðist það er ekki lengur svo. Þeir sem er ekki Guðrúna megin eiginlega tala eins og sagt er stundum, tala flokki niður. Já, jafnvel sko. Jafnvel. Svo er það líka bara, finnst mér þetta svolítið þetta ber svo brátt að sko. Bjarni hættir og Guðrún sem að settist á þing í síðasta kjörtímabili og það er öll reynslan hennar og Jens Garðar, varaformaður, hann hefur verið í bæjarstjórnum eitthvað sko, Þetta er allt nýbakað. Já, ég veist, í frekar fámennum sveitafélögum og það er bara allt annað mál. Og inn í svona samtökum fyrirtækjaeigenda eru þar. Já. Sem er náttúrulega allir með sambærilega hagsmuni og allt öðruvísi pólitík heldur en þess að sætta saman ólík sjónarmið. Þeirra svona félagslega uppeldi er innan Borgartúns 35. Bjarni, hann náttúrulega held ég að við séum fram á að hann fengi mótframboð og væri í hættu. Jú, svona hefðu við viljað halda áfram. Svo bara niðurlega í kosningunum, hann ákvað bara... Hann sá að sá sæng sína útbreyta. Þórdís Kolbrún virtist að meti stöðu sína þannig að hún myndi ekki vinna sama hver kæmi á mótunni. Og það einhvern veginn gerðist. Á því augnabliki sko. Bara á því augnabliki. Hún hafði verið í ágætismálum sko. Já, það hafði fjarað undan henni. Svo kemur þetta Akranesmál hérna með Skagan 3X og henni er einhvern veginn kentu það að því að hún lokaði sendiráðinu í Moskvu. Já, mér fannst hafi fjarað undan henni út af því hvernig hún var sem utanríkisráðherra. Þetta var ekkert sérlega vinsælt inni í Sjálfstæðisflokknum. Það var verið svona hæðast að henni. Hún var utanríkisráðherra Úkraínu. Hún þurfti að fara úr norðvesturkjördæmi að því hún hefði bakað sér óvinsældi þar í því máli sem ég var að nefna. Og fer þá eftir Bjarna. Gerir þá Jón Gunnarsson Vilhelmsson. Þannig að svo leið einhvern veginn að þegar Bjarni tilkynir að þá held ég að Þórdís Kolbrún hafi metið að svo hún hefði ekki möguleika á að vinna þetta. Og hún hefur eiginlega tekið sér svona sérstakann sess. Hún er bara svona í sínum stað í íslenskri pólitík. Er ekki að taka mikið þátt í svona
flokknum, hún ræði bara sín mál, hún hefur sérstaklega á utanríkismálum og sérstaklega málum um Úkraínu, kemur fram og tjáir sig það en hún var fundarstjóri á neyðarfundinu sem Guðrún boðaði til. Já, að það hefur verið stuðningur hennar við Guðrúnu. Já, nefndi að semst að þær væri vinkonur og fór svona fögrum orðum með Guðrúnu, þannig að hún Guðrúna megin. Já. En eftir þann fund, að þessi maskínukönnun, hún eftir þann fund. Já. Þannig að sá fundur sem að líklega var hugsaður til þess að sýna svona samstöðu. Já, fyrir þau að boða núna, þau verða á Akranesi í dag eða á morgun og þau 4 sko. Það sko Guðrún, Jens Garðar, Vilhjálmur Árnason, ritari og Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður. Já. Þau verða með fund á Akranesi í dag á morgun og þetta upphafið að einhver hringferð. Já. Þau segja að maður heyrir í sjálfstæðismönnum sem eru spurður út í sko þessa slæmu stöðu að það segja við höfum ekki verið nógu góð í að koma okkar sjónarmiðum fram. Já, alveg sama framsókn, Sigur Ingi hefur sagt. Ég held að það sé oft misskilningur að fólk veit alveg nákvæmlega fyrir hvað þessi flokkur stendur og hvernig hann hegðar sér. Þú verður bara að breyta því hvernig þú hegðar þér og hvernig þú beitið þér. Og segja svo frá því. Já. Það hefði ekki getað að koma okkur að fundi og eins og það sé pólitíkin. Pólitíkin fer fram í þinginu og pólitíkin fer fram bara í almennu umræði í samfélaginu. Og ef að þú ert ekki að draga þér atkvæði með því að þá gerur það ekki með einhverjum tryggsum. Nema Framsóknarflokkurinn í kostingum. Getur þú stótt að gera það? Nei, ég held ekki. Þetta sé erfið staða þar. Í sáttmálanum? Já, ég bara mjög og líka þessi sko staða að ég minna með Viðreisn bara í góðum málum þótt að þeir hafi fengið kannski aðeins lakari útkomu í síðustu könnun og sömuleyti ættu við kannski að hugsa aðeins út í það að bæði Viðreisn var svolítið að gefa eftir og af hverju það og svo að Flokkur fólksins mælist illa. Og það gengur náttúrulega ekki til lengdar að samfylkingin haldi þessu upp og ég held að það veri fyrsta skipti núna sem að sameiginlegt fylgi þessara 3 flokka fór undir 50% og það eitthvað sem bendir til þess að svona hveitibrauðsdagarnir löngu hveitibrauðsdagar þessar ríkisstjórnar séu kannski að fjara út. En að vera með Viðreisn svona í þokkalegu standi og ég meina Evrópumálin framundan og ég meina það ætti að vera góður tími fyrir Viðreisn, þeir eru með alla lykilráðherrana í ríkisstjórninu og fleira og svo ertu með miðflokkin í einhverju stuði hinum megin, þá bara ég veit ekki á hverju sjálfstæðisflokkurinn á að vaksa sko. Nei. Já, hann geti minkað en frekar, það hættan. Já, nefn mann fari í árásir á þessa 2 sem að getur verið tvíbent. Þeir verða náttúrulega að draga fram að miðflokkurinn sé einhver leiti svona óábyrgur flokkur. Talsmenn til dæmis miðflokksins Sigmundur Davíð og Snorri Másson eru engin lömb að leika sér. Sigurður Andersen. Já, Sigurður Andersen. Og Bergþór í þinginu. Þannig að kannski bara þingflokkur miðflokksins betur mannaður heldur en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins. Allan að fyrir sína stefnu. Já, það engin svona mælsku kappar inn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins nema kannski Guðlaugur Þór. Já. Herðu, við leysum ekki vanda nágrann okkar í götunni sem eru reyndir að flytja. Ég veit ekki hvert þið fara, það var ekki í Kópavoginn. Já, það Framsóknar flutt í Kópavoginn. Já, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn afskrifi Reykjavík og ákveði að verja sig í kraganum. Eða í Garðabæn. Náður ekki meirihlutanum í borginni. Það ákveði þetta fyrir. Ég held að það sé alveg borið von sko. Ég er alltaf hissa þegar sjálfstæðismenn tala eins og það sé raunverulega í boði sko. Þú sagði það á sem fundi. Ég hef ekki nokkra trú. Hefur þú trúið því? Nei. Ég held að það séu bara... Ég horfði bara á þess formann Sjálfstæðisflokksins á að trúið því. Ég held að það séu heppin eða ná bara svona 27-28% atkvæðir ekki. Herðu, en við skulum slá botnin í þetta. Það voru góðu gesti sem fengum líflegar umræður.
Þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka MS sem hafi verið að hlusta og horfa, því að við byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem þið hafi séð hér og heyrt, og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube, við erum í útvarpinu á Stórhöfuborgarsvæðinu á 89,1 á FM, en það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarinn er bæði á netinu, spilarinn.is, og við spilarinn líka app sem má mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunum, við erum líka komin í kabelkerfin hérna suður með sjó. Kannski, ég veit það ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða í þessu þætti, rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að telur að fjölmiðlun og kannski samstöðun sérstaklega sem mikilvæg í samfélaginu að hafa þennan umræðuvettvang sem hér er og vaxandi fréttavettvang. Ef að þú vilt slást í þann hóp velunnara samstöðunar, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í dag, sjáumst hérna annað kvöld klukkan 8, þá var að segja fréttir, en njótið þess sem eftir er af helginni.